Já, komið heil og sæl og verið hjartanlega velkomin. Chess After Dark númer 262. Hilsar ykkur. Það eru Birgir, Karl og Leifur sem að með ykkur kvöld í þetta skipti eins og svo ofta áður. Já, eins og hinn 262 skiptin. Við erum með skemmtilega þátt í kvöld en ég ætla að byrja að nefna aðeins Homer. Já, það okkar menn. Já. Þetta er ótrúlegt árið í 2025 og við séum fyrst að fá það núna að geta flett upp eignum í appi. Eins og þú segir, NBL og Vísir, flottar síður sko. Fína síður sko. Já, en ekki vera sko að fastegna síður árið 2025 sko. Nei, þú vilt bara vera með app, ping, herru, ný eign á mínu svæði sem ég er að leita. Já. Frábæru verði, herru, gerir bara kauptilboð í appinu. Þetta er galið dæmi. Svo er þetta með rafræna lánareiknivél og hérna, það er allt á sínum stað. En að þetta í kvöldsins. Það eru þeir Agnar Tómas Möller, sagnfræðinemi og fjárfestir. Eilíða stúdent. Og með honum er Þóruð Pálsson, forstöðumaður fjárfestinga hjá Sjó og verið í báðir hjartanlega velkomnir. Já, takk fyrir að bjóða okkur. Já, takk hérlega. Stráka, það eru 2 ár upp á dag sinni sátu þetta saman síðast. Ég var að komast að því í dag. Ok, gaman að því. Já. Kannski inn aftur eftir 2 ár. Já, við ákveðum annað hvert ár væri flott. Já. Þið eru ennþá að jafna ykkur. Já. Og þjóðin líka. Sko, við byrjum með þetta á fréttum vikunar en ég hugsi verði að skjóta inn í. Já, gjör svo vel. Hafið eitthvað veitt í sumar, haust eða vor, strákar? Já, ég er búin að vera nokkuð duglegur, var bara með þess að koma núna úr Tungulæk. Já. Sjóbyrning. Svakalega gaman. Og hvernig gekk? Það gekk bara mjög vel. Já. Mikið af fiskum og stóri fiskar. Þannig ég kvart ekki. Nei. Aggi, maður eitthvað heyrt að þú ert eitthvað minna veiða í þessum ferðum. Já, sko, ég fór skemmtilegasta veiðaferð minn sem ég fór alltaf með syni mínum. Já. Ytri Rangá og þar sem hann veiðir og ég horfa á hann veiða og drekk bjór. Já. Það er mín uppáhaldsferð. Svo fer ég reyndar í eina mjög skemmtilega ferð líka sem í Selá og hérna ég er svo afspyrnum lélugu veiðamaður að ég var nú ekki búin að veiða neitt fisk hérna á 3. degi en ég veitti sem sagt minnsta lax sumarsins. Ok. Já. Sem sagt örlax, 40 cm og mér fannst það eiginlega svo merkilegt að ég veitti bara ekkert meira. Nei. Það var bara komið því. Gott að þetta bara... Það er ekki sem að það er einhverju sviði. Já. Já. Væri ekki business að sko, geti first og þetta er ekki bara boðið upp á svona veiðistangir, bara 5 kílóa laxar og... Já. Skoðum það? Þetta er bara business og Æ, maður veit ekki, það er svo mikið til svona jaðarmörkuðum að það er kannski einhverjir sem hafa gaman að því og getur ábúinlega að auðlýst á Pornhub. Sérstaklega tímur. Við erum beint í fyrstu frétt. Sjálfstæðisflokkurinn er stærstur og meirihlutinn fallinn. Sjálfstæðisflokkurinn mælast með rúmlega 32% fylgi og kryddbíu meirihlutinn fallinn. Var ekki frábært tíðindi fyrir borgarbúa að fá loksins Sjálfstæðisflokkinn aftur völd í höfuðborginni? Eða hvað? Jú, ég held það. Hérna, ég fylgist nú vel með fjárhagsstöðunni og hérna, ekki það að hún er náttúrulega búin að vera arfarslög en þeir eru reynda að byrja að draga einhverja lærdóma því hvernig þetta er gert hinum með lækinu og það er kannski ekki setna vætna svona kortir í kosningar en eins og ég segi, frábært að Sjálfstæðisflokkurinn sé á opnu sínu, þetta er kannski má segja ráin sé ekkert sérstaklega há með að við svona framistöðuna hjá anstöðinni en jú, ég svo sannlega samgleðs með vinum mínum í Reykjavík. Geta þeir kannski hætt að borga 8,50 til 2035 á skuldabriðin sín. Ég held því mjög gott og ég held bara að alltaf góða fréttir að þessi meiri hluti sé að falla og hvort þessi Sjálfstæðisflokkurinn sé að fá fylgi. Ég nú vilja sjá mun meira en 32% fylgi vegna þess að bæði sko að þá finnst mér ekkert rosalega gott í mig hvað þessi meiri hluti er búin að standa sig illa og svo held ég að sé mjög mikilvægt að eftir næstu kosningar og þeir sem taka við borginni sé með svolítið svona skýrt mandate að það sé ekki, við erum búin að vera með þessa samsöðu stjórnir þess við erum alltaf með þess, núna erum við með þriggja-flokkastjórn, við vorum með þriggja-flokkastjórn áður og þessar stjórnir eru þetta, bara í landsmálum eru þetta hvorki fugl né fiskur og í borgarstjórnir eru þetta hvorki fugl né fiskur og það virðir svona einhvern veginn alltaf vera sko lægsti samnefnarinn sem sameinar það er þess að gefa allir eftir allstaðar og allir fá sitt
og núna það náttúrulega bara þannig komið bæði hjá ríkinu og reyndar alveg sérstaklega Reykjavíkurborg að það náttúrulega bara orðin allt og mikil fýta á kerfinu og það þarf að skera verulega niður og hagræða í rekstinum og þá erum við náttúrulega með tvö vandamál, annars vegar að finna fólki sem gefur sér að því og getur gert það og svo hitt vandamálið að ef við finnum þetta fólk að það hafi skýrt umboð til þess að gera það og ég held að vera bara mjög erfitt þó að væri ekki nú bara vegna þessa ég sá ángstæðan daginn, ég held þessi 12.000 mann sem vinnur í Reykjavíkurborg og það er nú bara strax orðið ansi væn sneið af kjósendum í Reykjavík þannig að þetta er orðið vandamála því reksturinn er algjörlega ósjálfbær og bara einhvern veginn svona bara kerfið nærist á sjálfu sér og við sjáum þetta auðvitað ég haldi kannski aðeins áfram að bara þessar tölur sem hafa byrst veikindadaga niður Reykjavíkurborg og fleira þetta það virðist ekki vera mikil starfsánægja eða svona mikið, hvað maður segja, ástríða fyrir því að gera þetta almennilega þó auðvitað og því séu fjölmargar undantekningar og svona sennilega fólk almennt vinnufús hjá Reykjavíkurborg og hjá öðrum fyrirtækjum og stofnunum en það er bara stjórnunin sem er greinilega algjörlega í skralli. Ekki mig langar að spyrja, þetta er góða punktur að tóta það er kannski smá erfitt bara ef að opinberi starfsmenn eru svona stórt hlutfall að heldar kjósendum og maður velti líka fyrir sér Einar Þorsteinsson nokkuð sem kom til okkar og hann talar alltaf það er engin borgarbúi sem að biður lægri veikari eða lélegri þjónustu þetta er erfitt að fá eins og hann segir einhvern veginn stjórnina til að fá að kötta niður því allir vilja bara fá meira og meiri pening Já, ég var nú að tengja eins við þessu umræðu varum að hlusta um þetta áhugavert hlaðvarp og Oddlott sem tengist kannski að Argentína og Reykjavík, ég veit ekki hvort það sé samljómar þetta milli en það var með þessu punktur varandi með lýðræðið og kjósendur verða á endanum alltaf að kjósa að taka á vandanum, kjósa einhverjar erfiðar ákvarðanir og ég held að það sé náttúrulega sem að Reykjavík hefur náttúrulega ekki gert í mjög langur tíma þeir hafa bara ekki einfaldlega líkt og Argentínubúar hafa ekki verið tilbúinar að kjósa með breytingum og jafnvel breytingum sem að taka á það er auðvitað það sem að Reykjavík þarf að gera núna er að það þarf að veita einhverjum nýjum borgarfulltrúum umboð til þess að taka alvöru ákvarðanir en ég veit það svo sem alveg líka að það er auðvitað þessi vinnulögjur síðan kemur í veg fyrir kannski hvað er hægt að gera hluti hratt og þú vilt nú ekki fara að leggja niður stofnanir og það gengur bara svo langt að leggja niður störf til þess að losna við þið. Já, klárt. Það er eitt sem að því við erum nú að tala sveitar málin margir hitnir að Tjós Bjórn hérna er Höllu, ég er meiri Aga Möllerkall hjá Ástísi. Hvernig er að vera giftu bæjarstjóra Kópavós, hún er búin að heldur betur, ég ætla bara að segja sem Kópavós búið sjálfur, vonandi verður hann að eilífu, er þetta ekki, lifir þið vel í hlutverkinar búið með henni? Já, ég held allavega ef ég væri ennþá í, eins og að kallast dagsvinnu, eða dayjobi, þá væri ég líklega búin að ganga út, þar sem að ég held að þetta gangi ekki upp að hún er bara eins og þið sjáu, það vinnusum og kröftu að hún, eðli málsins samkvæmt, hún er ekki hefur kannski ekki jafn mikið tíma heima við, þannig að ég pikka bara það upp og þetta er bara búið að vera frábært að fylgjast með þessu núna í 3,5 ár. Þetta hefur verið upp á við og gengið vel það sem hún hefur rauninni lagt upp með og hennar markmið hafa rauninni gengið upp. Og já, ég er náttúrulega, eins og segi, er heimavinnandi námsmaður og fer út að labba með hvolpana mína 3 á dag og þess að milli sem ég set í vélina, þannig að þetta er svona hefðbundið Dennis job. Já, heldur að hún sé að lendi aftur og við Ástíð segja út að hlusta, þú mynd fá drottningaviðtalina rétt fyrir kosningar á præm tíma þetta. Mér langar að spyrja, finnur Sjálfstæðisflokkurinn í Kópavogi fyrir því að það sé vinstri meirihluti í Reykjavík? Þú veist, þetta spilar saman eða hvað? Já, klálega og ég, þú veist, og auðvitað hefur maður heyrt líka bara, þú veist, að vera að gera mælingar víða og það kemur bara mjög vel fram að einhverju vegna veriðist samfélkingin síðan með heiminskautum í öllum konunum sem eru gerað, hvort sem eru opinberar eða ekki. Og þannig að það hefur auðvitað áhrif, en ég held samt að ég vonast til dæmis eftir að inn við beinið eru auðvitað margir kannski uppröðulegir hærimenn sem eru einhverju vegna að leita í vinstri flokka eins og Viðreisn eða annars líkt, að þeir kannski hugsi þá, ef við getum nú ekki kosið vinstri bæði, það er kannski
kannski hjálpa það eitthvað til og þetta bara held ég árangur bara árangurinn telur þannig að það þarf ekki alls óvíst að hversu mikið landspólitíkin spilar inn í. Já, klart, það önnur frétt sem búin að vera á vörum allar landsmanna og búin að vera í öllum fréttatími núna þessa vikuna sem auðvitað þetta stóra vaxtamál sem var dæmtaði í gær og búin mikið í fréttum sko, yfir með 2 alvöru fjármála gúrúa hérna, Þóruður, sko, mikið talaðum var þetta sigur fyrir neytendur, var þetta sigur fyrir bankana, hvernig horfur þetta við þér? Sko, ég held að þetta sé klárlega sigur fyrir bankana og verna þess að það að fella úr gildi og ógilda þessa samninga, það var ekki gert. Hins vegar þetta sko, engin ósigur fyrir neytendur sem slíkt vegna þess að þessi máli mjög skrítið vegna þess að það virðist enginn verið í þessu máli sem sko, taldi sig hafi verið hlunnfarinn af þessum samningum og þetta verið svona aðalega snúast einhvern formalisma. Það hvort að sko, samningarnir hefur uppfyllt nákvæmlega lögin. Nú þetta náttúrulega bara þekkt samningsform í öllum löndunum í kringum okkur og ég hef ekki sett minni og ég náttúrulega ekki lögfræðingur, ekki sett mig almennilega inn í þetta virkar en svona horfir mjög einkennilega við mér en ef það sem kemur út úr þessu það að samningsform verði héðan í frá eitthvað skýrari þá getum við sagt að það sé sigur fyrir neytendur. Ef hins vegar eins og haft var eftir Jónguðna að bankar þurfi að ákvarða vexti til 30 í 40 ár eftir það út af þessum dóm og nýjustu fréttir í dag frá Landsbankanum að þeir hafi frist afgreiðslu þessara lána út af óviss út af þessum dóm og nota bene við erum að tala hérna daginn eftir dóminn þannig að þetta óviss getur verið farin á morgun en ef það yrði niðurstaðan og þetta lánaform myndi hverfa markaði þá væri það mikill ósigur fyrir neytendur þannig að ég svona bara, ég held að það víti í raun og ringin ennþá sko nákvæmlega hver vann en þetta sko mikla högg sem að menn óttus að bankarnir yrði fyrir sko, ég bli einhverjir 10 milljarða að það varð ekki þannig að í þeim skilningi það fyrir, þetta sigur fyrir bankana en svona nákvæmlega hver eftirmálin verða sem mun vantilega bara skýrast á næstu dögum og vikum að það svona ennþá eftir að koma í ljós hvort þetta sé sigur fyrir neytendur. Já, Agnar, þú náttúrulega í stjórn Íslandsbanka ég velti líka fyrir mér sko, ég sá að eitt setti nú bara exi í gær Konráð Guðjónsson og sagði bara hann gískaði bara eftir 12 mánuði mögulega heyri sér lán bara sögunni til að því að bankarnir þóru ekki að taka sénsinn, við ætlum ekki að vera gíska á það en tekur undir þess ágið sem að Þórður að tala? Já, það er til að hafa rétti og tóta þetta vondur í neytendur og ekki síst í ljósið þess að bara undanfæri missir og kannski ár þá hafa bara lægstu vextindir verið í boði breytilegi verðtryggðir sérstaklega hjá lífeyrissjóðnum eftir að bankarnir reyndar hækkuðu þá svolítið en það breytir því ekki hins vegar að ég held að þessi breytilegu verðtryggðu vextir séu svolítið svona, hvað maður að segja, afstyrmi eða svona óværa vegna þess að það rosalega auðvelt að vera með fljótandi óverðtryggða vexti. Það bara leiðir beint af hvort sem það er seðlabankavöxtunum eða millibankavöxtunum sem eru vísu ekkit sérstaklega góður mælikvarði en það er rosalega erfitt að leggja eitthvað til til grundvallar varðandi breytilega vexti. Fyrsta lagi náttúrulega eru lögin þannig, ég held að það séu max 3 ára líftími þegar þú gefur út nýtt verðið skuldabréf. Ég var mikið að velta þessu fyrir mér í vikunni bara svona hvaða lausnum við getum hvort það væri einhverja praktískar lausnir varðandi þetta, svo til dæmis að hvort svona bankarnir væri þá bara með virka verðmyndun á mjög stuttum skuldabréfaflokkum en það gengur bara einfaldlega ekki upp. Þannig að það er bara mjög erfitt að vera með eitthvað sem að ákvarða þessa vexti til skamstíma og þetta er verðbólga, hún sveiflast rosalega mikið, skamtíma raunvextir geta sveiflast alveg rosalega mikið líka, sveiflast miklu meira en nafnvextir vegna þess að eins og við höfum bara séð núna á mörkunum þar sem að styrstu raunvextir hafa farið á stuttum tíma úr 4 upp í 7 þannig að ég held að markaðurinn bara hætti með breytilega verðtryggða vexti, þeir verður bara með styttri verðtryggða vexti 3, 4, 5 ára. Þannig að þegar tími líður þá held ég að þetta muni kannski ekki breyta neitt svo rosalega miklu. Ég held að sé sko 3 leiðir í þessu sko, annars vegar getur bara verið með bara fast álag á vextina, markaðsvextina og sértryggðbréfunum og þannig nokkuð veginn þetta í nágrannlöndunum. Gallinn við það aftur á móti að það frekar svona frekar grunnurmarkaðar þannig að þá ertu með miklu meiri sveiflur, svolítið happdrætti sko hvenær þú tekur lánin.
Önnur leið að bara hafa þetta eins og gamla húsbréfakerfin og þú bara færð bréf og sérð að selja sjálfur. En þú veist, þá náttúrulega ennþá minni fyrir sjáanleiki, eins og þú getur þurft að selja bréfin með hérna afföllum eða mögulega yfirverði eins og tíðkast hérna fram til svona árið 2000. Þriðja leiðin bara svo sem ég held að verði fyrir valinu að menning lesi sig endanlega í gegnum þennan dóm og snýði bara einhverja skilmála sem að mögulega passa á honum og ef að þess þarf að þess að viðhalda lánaformin þá verði einhverja breytingar og lögum eða reglugerðum til þess að við getum bara gert þetta eins og öll önnur lönd. Já, skjótinni, það bara samt, sko, mun verra er náttúrulega hvernig við höfum samt, sko, að það sé ekki hægt að veita mun lengri lán. Þú veist, þá er þetta lán með 10, 15, 20 ára líftíma bara eins og til dæmis í Bandaríkjunum og reyndar víða annars stær í Evrópu eins og við höfum gengið náttúrulega lengra í að gengið lengra í hér að gullaðu reglur varðandi uppgreiðslu á lánum. Þannig að bankin getur ekki veitt 10 ára fastásta lán til dæmis eða lengri vegna þess að samkvæmt lögum þá getur neytendur alltaf greitt upp gegn mjög vægu gjaldi og það er það sem ég hef verið að benda þetta einmitt að sko í þessu vaxtaumhverfi sem við höfum verið núna eftir að vextir hækkuðu mjög mikið og þá hafa alveg verið og að vissu leyti miklu betri vextir til lengri tíma. Ég meina langtíma raunvextir á Íslandi eru grunnurinn kringum 2,6%. Það er nú bara svipað í Bandaríkjunum. Bandaríkjumenn taka húsnæðislán á bilinu 5,5 til 6,5%. Þannig að ef einhver tæki húsnæðislán á kannski 3% til mjög langs tíma, verðbólgan yrði 3% fyrir eitthvað happ og þá væri það bara svipaði vextir í Bandaríkjunum. Þetta er líka mjög sérstakt þannig að alltaf þegar við komum með þess að sérísku reglur þá átt að helst að vera eitthvað Evrópuregluverk eða eitthvað lagalegt en þú veist, lagakerfi okkar og stórum hluta bara kópir frá Danmörku en þú veist, til að mynda í Danmörku þá bara ef þú borgar upp lána þá gerir það á markaðskjörum og þeir líta á það í raun og veru sem vilja bara vörna móti húsnæðinu ef vextir hafa að lækka það, þetta borga meira fyrir lánið en þú fær meira fyrir húsið og öfugt og þannig var þetta þegar KB banki fór á fyrsta stað með þessi lán á 2004 þá átti þetta sama system að vera hér en það var fundingin út úr því að það væri ólögt samkvæmt einhverju neytendalöggjöf þannig að ég held svona að þetta þurfi að horfa svolítið svona heilstætt á málinn þess hvernig við höfum almennilega umgjörðu utanum þennan húsnæðislánamarkað frekar heldur en að þetta sé svona einhver svona sport að fara alltaf í víking gegn bönkunum út af einhverjum lánaskilmálum sem að kemur síðan í ljósa voru ekki einu sinni óhagfellt fyrir neytendan. Já, einmitt og kannski þeir eru nú aðeins eldri en við bara aðeins þannig að það sem ég velti fyrir mér, nú erum við ungir árum sko, mér finnst þetta að vera mjög sambarleg umræða og þegar að flokkur fólksins talar að ég bara banna verðtrygginguna eða eitthvað annað, ég meina þessir aðilar sem tóku þessi lán, ég tók breytir lán til dæmis, mér stóti bóðsamt að festa vexti, er ekki bara að vera að fækka valmöguleikunum sem að er ekki sigur fyrir neytendur? Það finnst mér ef að það verður niðurstaðan en þú veist, það er einn dagur líði, við skulum sjá hvað verður. Já, ég vengu við það betur það er alveg samlega. Nei, það verður bara gaman að sjá hvað gerist. Leifur, þetta hleypa þér að? Já. Ég var að vona að bankin myndi leggja hann við í morgun, ég er ekki ennþá múin að fara neitt. Jón Gunni er að reikna. Já. Ég hef gaman að þessu innleggi frá Benna bankastjóra, Arjón. Fyrirsögnu var við laga hringekju verðtryggingar og hárra vaxta. Tímabært sé að ræða með opnum hug hvort rétt sé að draga úr vægi verðtryggingar í íslensku hagkerfi og laga hringekju verðtryggingar og hárra vaxta sem fór á stað 1979. Þetta myndi það kalla á breytingar á uppbyggingu réttindakerfis lífeyrissjóðanna. Tóti, við byrjum á þér. Hvað finnst þér þessa hugmyndi á Benedikt? Er þetta raunhæft? Sko, ég held að verðtryggingin og víðtæk notkun hennar, það er bara svona hluta til gjaldi sem við greiðum fyrir skort og verðstöðuleika. Ef við værum með stuðuga verðbólgu og stuðuga verðbólguvæntingar, þá væri þetta ekki vandamál. Ég held að til þess fyrir ungt fólk yfirleitt að þá bara sé mjög góðu kostur að taka verðtryggð lán vegna þess að ólíkt því til að mynda ef þú ert með breytilega vexti og ert elta stýrivextina
að þá ertu búin að negla niður í raun og veru að raunvirði greiðslubyrðina út líftíma lánsins. Við það bæti síðan að meðaltali, en að framleiðinaukningi verður ekki verið með 0,7%, en að meðaltali getur kannski sagt yfir löng tímabil að þá eykst kaupmáttur að þá fara launinu upp 1% meira heldur en verðbólga. Það er búin að vera langtíma litnin á Íslandi. Þannig að fyrir fólk að þá er greiðslubyrðin í raun og veru léttast út líftíman. Nú í þriðja lagi að þá náttúrulega ungt fólk að sem kannski að byrja á vinnumarkaði og kaupa sína fyrstu íbúð, að það eru þetta líka fjárfesta í mannuð og reynslu, þannig að það færist líka upp tekjustigan á þessu tímabili. Þannig að þetta er mörguleiti mjög hentug leið versus þá það til að mynda að vera með breytilega vexti sem að segjum að þetta sé einhver fastu fótur ofan á stýrivexti, að þá nú ekki nema 15 ár, er það 17 ár, ég man ekki alveg, sennilega 16-17 ár síðan að stýrivexti fóru hér í 18%. Og það er engin sem ræðu við þá greiðslubyrði versus þá það þó að verðbólgan sé eitthvað herri og leggst svona höfuðstólinn og síðan elta launin það smá saman. Þannig að ég held að verðtryggingin, það verður gott að vera ánægnar, en hún er sjúkdómseinkenni, hún er ekki sjúkdómurinn. Og ef við horfum svo aftur ég var að nefna að þetta verður gott fyrir fólk, gott fyrir þá sem ástæðan fyrir því að við erum með verðtryggð lán en ekki óverðtryggð, að þegar þú ert með verðbólgu sögu eins og Ísland og ert ekki með sterkari kjölfestu verðbólgu væntinga og ef þú horfum eins og verðbólgu í Ísland í dag, að þá er einn aðeil að berjast á mótinni, það er Seðlabankinn. Aðila vinnumarkaðarins semja trekk í trekk launahækkanir langt umfram framleiðniaukningu. Ríkið árunum 21 til 23 að þá var næst í 20% hagvöxtur á Íslandi. Hallinn á ríkissjóði var 12% á sama tímabili, 3 árum. Og allar þessar kenningar það að ríkið eiga að leggjast á móti hagsveiflunni og svona þessi keynesíska hagstjórn, að þetta er sennilega heimsmet að vera á 30 ára tímabili með 20% hagvöxt og 12% halla á ríkinu. Og þetta eru þetta ástæðan fyrir því að þeir sem eiga peninga eða stýra peningum, að þeir treysta sér ekki til þess að lána það út á nafnvöxtum til langs tíma. Og þeir eru jafnvel tilbúnir að taka á sig eins konar tryggingu, bjóða lægri vænta raunvexti með því að bjóða verðtryggt heldur en óverðtryggt. Þannig að þetta er í raun og veru vinn-vinn í vondri stöðu. Og leiðin til þess að komast út úr þessu er það að það sé þá bara meiri sátt það í þjóðfélaginu að berjast gegn verðbólgu, og það þýðir til að mynda það að í hvert einasta skipti sem að Seðlabankinn er að reyna að standa á móti verðbólgunni, að þessi svoköldu aðila vinnumarkaðar eins og ríkisstjórnin sé ekki gera hróp og köllaðanum, heldur bara að reyna að axla sína ábyrgð frekar sjálfur. Agnar? Já, ég svo sem allt eins og talaði á mínu munni það sem þetta var að segja, og ég kannski bæta það við samt að tvennu, annars verður ég að koma að sinna á bara tillögnar að spenna, en fyrst að þetta að svo Tóti segir, þetta er auðvitað alveg vissuleiti hentug leið til þess að koma ungu fólki inn á fasteignamarkaðinn og byggja upp svona koma sér inn á húsnæðismarkaðinn, og svo bara er unni verðri kaupmáttur launa sem svona fylgir í gegnum lífsleiðina, en það sem er auðvitað hitt í þessu líka er að þegar þú tekur verðtryggt lán, eins og í dag erum við með raunvexti, flestir telja raunvexti síðan hún í toppi í þessari hagsveiflu, að Seðlabankinn tala kannski þannig augnablikinu að hann þurfi raunverulega ekkit að lækka raunvexti frekar, þegar sé hækkaða frekar, þeir bara verði núna hér á þessu stað þar til að verðbólga finnur. Og á sama tíma eru útlánavextir í kerfinu, í verðtryggðir, þeir bestu vextinir eru svona 3,5-4% sem fólki hefur búist, kannski einhver breyting á því núna eftir hann að dóm. En þegar þú tekur hins vegar lán á 3,5-4%, segir rauninni bara, það komið nóg af þessu óverðtryggða láni, nú fer ég bara í hlýja verðtryggða faðm, verðbólgan er að tikka á einhverju svona 0,2-3% núna í hverju mánuði, þannig að það er ekki hræðilegt. Og þá upplifur þetta bara greiðslubyrði eins og þú sért bara í Evrópu. Húsnæðislán í Evrópu bera í dag svona 3-4% vexti. Þannig að þú og maðurinn með bagettuna og albúhúna, þið takið báðir lán á sömu vöxtum. Einu munurinn er að í hver mánaðamót
þá kemur Jón Guðni og segir, ég ætla aðeins að bæta í lánið þitt. Og þannig virkar auðvitað allt kerfið. Það er bara við sjálfkrafa aukum útlánaaukninguna í kerfinu í hverju mánuði og þetta auðvitað sér íslensk leið og hún hefur gengið, auðvitað fyrst og fremst vegna þess að okkur hefur gengið hingað til að skapa verðmæti, okkur hefur gengið að hækka laun umfram verðbólgu meðal annars út frá bara ákveðnum svona hagfelldum aðstæðum í hagkerfinu eftir hrun. En svo kannski hitt en eins og Benner er að benda á, allur skuldabréfamarkaðurinn er verðtryggður og allt fjármagni leitar til lengri tíma í verðtryggða ávöxtun og Tóti útskýrði ágætlega af hverju. En það leiðir til dæmis að opinberir aðilar, byrjum kannski fyrst á ríkið vissulega einir aðilins í fjármagni sér til langs tíma óverðtryggt. En ef þú væri með sveitafélög, þegar þau eru að byggja sundlaug eða einhverjar bora göng eða gera einhverjar svona framkvæmdir, þá er það allar gerðar í verðtryggða heiminum. Ef að lífeyrissjóðir væri ekki alltaf að horfa á sína verðtryggðu uppgjörsreglu, þá myndast auðvitað meiri hvati til þess að byrja að fjármagna lengri tíma verkefni með óverðtryggðum hætti og þá auðvitað byrjar greiðsluflæðið að verkefninu að líta eins og öðru út og ákvarðanatakan hjá sveitafélögunum eða fasteignafélögunum sem er að fara í fjárfestingar. Ef að þú stígur út úr verðtryggða heiminum í óverðtryggða heiminum, þá ertu komið greiðslubyrði sem segir kannski við erum kannski ekki að endilega fara í þetta verkefni núna vegna þess að óverðtryggðu vextir svo háir. Þannig að þetta er í rauninni leið til þess að fá fleiri fjárfestinga ákvarðan til langs tíma úr verðtryggða bóksunni yfir óverðtryggða bóksið, þannig að merkið úr Seðlabankanum smitist meira inn í fjárfestingar ákvarðanir til lengri tíma. Já. Ef þið skildi þetta. Já, ég skildi þetta. Og það ætti ekki að vera neitt vandamál svo sem að breyta þessari ávöxtunarkröfu vegna þess að lífeyrissjóðir í dag eru til dæmis að verðmeta óverðtryggðar eignir á 6% ávöxtunarkröfu, þeir leggja bara verðbólgumarkmiði við verðtryggðu ávöxtunarkröfuna og erlendis er þetta gert með einhvers konar hreyfanlegu meðaltali, þannig að þetta er bara spurning um útfærslu. Sko allir lífeyrissjóðir og allir tryggingafélög og allir þeir sem eru að kaupa eignir til þess að mæta framtíðarskuldbindingum að þeir eru gerður upp samkvæmt einhverja ávöxtunarkröfu. Og þessi krafa, hún var sett sem er 3,5%, mér minnir hún var verið sett, hún var byrjun 10. áratugarins, tugarins, hvort það var 92 eitthvað slíkt. Og þá reyndar voru vextur ríkisskuldabréfum sennilega einhverstaðar í kringum 7%, sveifluðu þannig að þau 7 og fóru upp í 9 tíma og þá þótti þetta heldur lágt. Og það er eina sem maður má gagnrýna ávöxtun, þetta er ekki ávöxtunarmarkmið, þetta er uppreikningskrafa í lífeyrissjóðanna og hún heitir það og þú verður að einhvern veginn ef þú ætlar að meta það hvað þú getur greitt út þá verður að vera með einhver ávöxtunarkröfu, annars ertu fann að bjaga á milli kynslóð og annars lít hvað er greitt út og hvort að sjóðurinn yfir höfuð stendur undir þeim þeim útgreiðslum sem hann allar að greiða út. Þannig að í lífeyrissjóðunum hjá okkur, það er engin ávöxtun tryggð og allra síst verðtryggð, heldur er það ávöxtun sjóðana sem ræður bót eða greiðslunum úr honum og þú verður að vera með ávöxtunarkröfu til þess. Þess að menn leysi þetta annar staðar er það að þar er þetta bara meira ákvörðu krafa eftir markaði, hvernig þetta þróast hverju sinni og það segir sér til hann sjálft að meðan ríkis skuldabréfavextir voru 9% þá var það allt öðruvísi vænt ávöxtun heldur en núna þegar þeir eru kringum 3-4%, 3,5-4%, 3%, þannig að það þarf bara að finna aðra leið til þess að finna þessa kröfu. Nú, þessi krafa hérna er verðtryggð, allar skuldbindingar eru raun og veru verðtryggðar, þannig að þetta er til þess að mæta útgjöldum í framtíðinni. Útgjöld í framtíðinni ráðast þetta af verðlagsþróun. Annars staðar bara það sem að verðbólgan er stöðugri, menn hafa betri verðbólgusögu, þá bara skiptir þetta ekki nógu miklu máli til þess að menn skrifi kröfuna verðtryggt, en þeir reikna hann alltaf út verðtryggt, vegna þess að í flestu löndum að þá eru skuldabréfamarkaði fyrir óverðtryggð skuldabréf miklu virkari heldur fyrir verðtryggð, þannig að þeir hafi ekki einu sinni viðmið. Þannig að það þarf bara að finna nýja leið til þess að ákvarða þetta og það eru þetta líka mikið réttindamál sjóðsfélaga. En þetta
við getum gert hvað sem okkur sýnist með þessa uppreiknikröfu það mun ekki leysa verðbólguna fyrir okkur. Við vitum alveg hvar ástæðan fyrir verðbólgunni liggur en það þarf bara að skila skömminni. Já. Volt. Já, 20% afsláttur af fyrstu Costco-pöntunni maður. 20%? Það munar ekki það sko. Nei, jú, það munar helling það. Já, ég skil samt hvað átt við því að Costco ódýrt en fá þetta heimsenda dyr með 20% afslætti, where the fuck do I sign? Já, bara akkurat það og svo þetta. Ég ætla að nefna 2 staði núna, ekki samstarf núna. Samstarf okkar við Volt en ég á eftir að prófa bæris bestu heimsend. Ég held að það gæti verið einhver leikbreytir, talandi pældi ég með barnaafmæli. Það er að fá 30 pullur, takk. Og svo kannski eitt sem hefur breytt lífið mínu og þeir búið hérna við hliðina á okkur en ég nenni aldrei að kera og segja þetta því ég er kannski búið með nokkra kalda light. Það er hraðalistin. Já, alveg rétt, en ég borða reynda bara Neo Hard Rock og Subway ef ég fyrir út að borða. Já, ég reyndi að gera það líka. Ég er að panta fyrir nágranna mína. Já, akkurat, já. Talandi Neo, ég veit ekki hvort að menn hafi tekið bara einfaldleikan. Þetta er góð pizza. Já. Hún þarf ekki að vera flókin. Góð hráefni. Já. Þú ert með mozzarella ostinn, þú ert með þetta hveiti sem þetta eru svo fá hráefni, þetta eru bara San Marzano tómatar, hveiti, smá salt, vatn, bingo, komið súrdegið og bara margarítan, hún er rosaleg. Já, ég var á vefsíðinu hjá þeim í dag, 3 vinsælustu pítsunar, hlustendur ekkert að flækja þetta og viðskiptavinir Neo. Það er pepperoni pítsan og svo er það margaríta og svo er það more is more sem að reyndar er helviti sexy. Neo segir það alltaf, more is more. Já. Og svo er þetta 25% afsláttur með CAD 25. Já. Og það er Hafnador Gallery Laugavegur og Bráðarsmárlind. Spennandi. Styttist. Orka náttúrunar. Já. Jú. Þeir Þeir halda áfram að kukka landsbyggðinni. Já, þeim fannst það þyngra en tárum taki að fólk væri það væri ekki hægt að fara hringinn á rafbílnum. Já. Þeir löguðu það. Þannig að, hvað gerðu þeir? Þeir græðu þetta bara. Þeir eru hjólið Austurland núna. Já. Komið að Djúpavogi. Þeir eru í missjóni þar. Já, eru búin að uppfæra hraðhleðslustöðuna á staðum þar og þar getur núna hlaðið 2 bíl í einu. Já, sælar. Þannig að það er alltaf gerast á Austurlandi í bóði Orku náttúrunar. Svo eru nú líklega einhverja nokkra stöður á höfuðborgarsvæðinu líka. Ef ég þekki mína menn rétt í Orku náttúrunar. Já, það er líklegt. Já, nei, bara að því við erum að tala hinn hlýja faðum verðtryggingarinnar sem að hefur bara reynst nokkuð hlýri eins og við bendir rétt til á vegna þess að okkur hefur tekist að halda launavísitölunni fyrir ofan verðbólguvísitöluna en maður velti fyrir sér að því vorum líka að tala hagvöxtinn á bilinu 21 til 23 sem var nokkuð mikill, allir ekki svo sama tíma talsverður sko, þannig er auðvitað mikill hagvöxtur en mikil fólksaukning einnig álag á húsnæðiskerfið og ég veit ekki, fyrir mína parta finnst mér líka bara þjónusta ekki betra en hún var hvað Reykjavíkurborg var og fleira sko, við tölum líka það að Seðlabankinn hafi verið að síða dans sem að atvinnulífið og ríkisstjórnin hafi ekki verið að taka þátt í að við tölum líka það Birgir, þeir eru nú aðeins eldri við, sko, hvað þarf að gerast til þess að menn dansi í takt og hvernig finnst ykkur efnahagsstjórnar bara ef við horfum aðeins á stöðuna þvert yfir erum við að tala harða lendingu, þá er nú einhver að tala það ég kannski byrja núna þá finnst mér svona sjálfur sér ekkert nein sterk merki það mér finnst að vera svona í vissu leiti svona smá hægfara stöðnun einhverju leiti sem birtist meðal annars í því að það er bara búin að vera allan minnstu kosti mæld óbúrslega lítil framleiðnuaukning á Íslandi undanfarin ár. Hagvöxtur á mann er búin að vera lágur. Þau eru sjálf til þess í Bandaríkjunum það er að mælast mikil framleiðni og bara margt að gerast þar. Mér finnst einhvern veginn svona sjáum bara störfi í opinbera geiranum þau bara fjölga frá ári til árs meðan að þeim valla tekst að fjölga í almenna geiranum. Þannig að skattar halda áfram að hækka þrátt fyrir þetta ótrúlega góðir eins og Tóti er búin að vera að segja okkur frá með hagvöxtinn. Það er allt gengið upp í svona útlensgreinunum hefur alveg óbúslega margt gengið upp undanfarin ár og margt fallið með okkur þannig að þetta er svona ég held að við séum ekki að fara neina harða lendingu mér líður svona svolítið eins og við séum
svona smá krankleik í hagkerfinu sem er svona meira að dræja okkur bara niður heldur en endilega að við magalöndum. Ég meina þess að á móti kemur auðvitað að þú veist, við erum bara að taka svolítið líka lífskjörin að láni einhverju leyti. Ég meina, nafnskuldi ríkissjóðs frá COVID hafa meira en tvöfaldast og vextirnir á þeim líka. Þannig að það gleymur stundum að þú veist að við kannski tölum að það hafi verið einhvers konar varnarsigur að fara gegnum COVID útgjöldin og svo aftur Grindavíkur útgjöldin og skuldir ríkissjóðs sem að landsframleiðsla hafi aukist einungis 5%. En þau skipta svo sem, svo stærð skipti bara svo litlu máli í samingi við vextina sem við greiðum að því og svo bara dæmin sanna af erlendis frá. Þannig að við erum að samkvæmt skýrslu frá OECD sem við gefum út núna í byrjun árs, þá erum við að greiða með hæstu vaxtabyrðina innan OECD og það sem ég óttast pínu er að það eru auðvitað mikið verið að tala að vextir sé að fara að lækka. Ég hef bara miklar efasemdir fyrsta leið hversu mikið þeir munu lækka. Ég held að það eru öll merkjur hagkerfinu bendið alveg til þess að neysla og sé alveg í ágætum dampi og það eru mikið að framkvæmdu frammyndum hvort sem opinbera framkvæmdir eða í almenna kerfinu. Þannig að ég ekkert svo held að vextastíði verði alveg tiltölulega hátt áfram og það er náttúrulega ekki gott fyrir ríkisútgjöldin með vaxtaútgjöld vel norður af 100 milljörðum ári og sama tíma eins og ég hef nú svo sem eitthvað verið að benda á að við höfum sjaldan staði fyrir stórum kúf endurfjármagnar næstu 2 árum, 400-500 milljarðar sem við erum endurfjármagnar og það er ekki gott að vera endurfjármagnar þetta á ríkisbréfavöxtum sem er í dag í kringum 7%. Nei, Tóti? Það er mjög freistandi að segja að taka undir með Agnar en það finnst það bara smeðjulegt en ég læta á gert en sko ef við horfum núna á hagkerfið og þróuna frá COVID þá urðu raunvextir urðu neikvæðir á vormónum 2020 þeir urðu ekki aftur jákvæðir fyrir á vormónum 2023 þannig við gengum 3 ára tímabil með massífa neikvæða raunvexti að vísu hagkerfið loka hluta tímanum en það var bara til þess að byrja með og raunvextir, þetta svona alltaf á mismunandi mælikvarða en þeir eruðu alltaf sá versti mælikvarðin sem held ég var við liðna verðbólgu þá var það -5% en svona flesti kvarðarnir sýndu alveg niður í -3-4% neikvæða raunvexti síðan hafa þeir verið að tikka upp og eru núna komnir upp í 3,5% hvort þeir fóra eitthvað aðeins upp í 4 og það segja allir, við getum ekki verið með svona háa raunvexti akkur getum ekki með svona háa raunvexti jú, þannig að kæfa atvinnulífið ok, gott og vel hvað gerðist þá þegar við vorum með neikvæða raunvexti neikvæða raunvexti og í ennþá lengri tíma hvað áhrif við það atvinnulífið jú, það veldur of mikilli fjárfestingu og rangri fjárfestingu en þess að menn eru að nota röng input í útreikninga sína. Nú, síðan þegar raunvexti verða aftur jákvæðir, það sem að svona þessi rönga fjárfestinga, það sem er svona ensku kallast malinvestment, að þá auðvitað kemur í ljósa margar þeirra ákvarðanir sem að menn tóku að þær reyndust ekki réttar og sínu tíma. Og einhverju leyti, samkvæmt einhverjum svona búmbörskenningum, þá það þessi hái raunvexti núna sem að þvinga út þá fjárfestingum. Það hins vegar höfum við ekki séð mikið af, en þess að segi ég við getum ekki útiloka harðalendingu, ég sé ekkert sem bendir til þess, vegna þess að það eru margar atvinnugreinar sem eru bara sína alveg ótrúlega þrótt. Og fyrst það náttúrulega ferðaþjónustan. Og hann við það svona, og ég mun eldri en því ég manni þegar ég var ungur að þá alltaf reglað þá mætti Kristján Ragnarsson sem var framkvæmdastjóri í LÍÚ og barmaði sér og það var allt algjörlega ómögulegt fyrir sjávarútveginn og var bara að fella gengi strax síðan hann nú blessaði hann og hættu því en þá hefur komið Jóhannes Þór Skúlason og hann kemur alltaf í febrúar og segir að bókanirnar fyrir sumari sé alveg skelfilegar og verðið og orðið allt og hátt en síðan allan að so far so good að þá hefur þetta nú blessast og
Þannig að menn hafa svolítið verið að mála skattanvekkin, en svo erum við að sjá nýjar atvinnugreinar, lyfjaframleiðslu, við erum að sjá landeldi og þetta eld allt saman. Sjávarútveginn hefur gengið prýðilega eða verið mjög hátt verð og að það sé svolítið svona bakslag þar núna, það verður ekki makrílvittur. Þannig að ég myndi segja að eftir svona tímabil, að svona massífri neikvæðum raunvöxtum, að þá það kraftaverk að komast í gegnum á þess að fá nokkuð skoðan harða lendingu. En vegna þess að við erum búin að vera með þetta og eins og ég segi, við erum með ríkisútgjöld sem halla á ríkissjóði og búin að vera með massívan kerfisbundin halla á ríkissjóði. Við erum með það núna þrátt vera menn sé alltaf að tala að sé byrja að kólna, þá samkvæmt síðasta launavísitala sem held ég fyrir ágúst, að þá erum við að tala kaupmáttaraukningu upp á 3%. Við erum að... Með 4 held ég. Já, það var í júli held ég. Ég held að það sé komin í... Já, ok, breytir ekki sögunni. Ekki tröfluði fyrir, ég svo mikið talnan að það bara komur raukt ljós á mér. Varst ekki að hefna þeim, ég var að rugliða ráðan. En síðan erum við að tala mikla atvinnuþátttöku og lágt atvinnuleysi. Þannig að það vissulega að byrja að hægja á hagkerfinu, en þið kannist við þetta að ef þið eru búin að vera að keyra utan af landi og hafið svona aðeins lyft ykkur upp fyrir 100, svo komið inn í bæinn og þið bara, ykkur finnst þið vera á 20 km hraða en þið eru raun og veru á 60 og þetta sami effektin sem við erum að upplifa í hagkerfinu núna. Að við erum búin að fara svo hratt, við erum búin að vera svo þannig að jú, það fara að slakna á en það ekki orðin slaki. Og byrju, hvað það sem að að valda slakanum? Jú, það peningastefnan. Að hún að draga úr umsvifunum, annars vegar með þessu háu raunvöxtum og svo hins vegar með þessu sterka gengi. Gengi krónuna núna, mælt á laun, hefur aldrei verið herra. Já. Maður sáru vörkinni búa maður. Já. Sér flugum með og svo bara gera hann upp. En það svo spórum líka hans lengra tilbaka maður nú alveg sérstaklega vel eftir ástandinu hvernig skuldabréfamarkaðurinn og hagkerfið var svo 2016 fram að COVID að þá rauninni hélt Seðlabankinn raunvöxtunum bara yfir 4%, langleginn í 5% bara í 3-4 ár og svo gerist það rauninni árið 2019 og þá fyrst byrjar þetta að virka og hagkerfið byrjar að slaka á og skoða líka launavísitöluna á þessum tíma þá hún að fara úr 6% ári niður í 5% ári og svo seinast ári hún í 4% ári. Þannig að það verður og ríkisfjármálin eru líka þar að skila miklum afgangi. Þannig að þar sérður akkurat 2018-19 hvað gerist þegar allir armarnir eru að tala saman, bæði með vinnumarkaðurinn og ríkisfjármálin og þá bara verður bara náttúruleg lækkun á vaxtastíðinu. Ég held að raunvextir urðu fyrst háir eitthvað verulegu ráði kannski fyrir ári síðan og svo hitt sem rauninni bara eins og maður kíkir stundum á hagvísina og kíkir bara á húsnæðisvextina sem í gangi núna, þeir eru bara ekkert sögulega háir, þeir eru bara í einhverju meðaltali, þægilegu meðaltali. Þannig að þegar allt kerfið að færa sig senastu 12 mánuðum með mesta hraða sem við nokkuð tíma séð úr óverðtryggðu í verðtryggðu, þetta eru líklega hátt á 400 milljarða þegar allt talið, bara með aukningin í verðtryggðum útlánum að þá þetta bara tekur lengri tíma fyrir vextina að kæla. Já. Og það alltaf eitt sem að kælir til að mynda líka þú tala verðtryggðu vextina og penni kemur inn á það í grein sinni og það mikið verið tala það að fólk komið sér undan býti Seðlabankans með því að fara yfir í verðtryggð lán en núna náttúrulega þá það er 3-4 ár síðan að þessi flótti 2-3 ár síðan að þessi flótti byrjaði og flestir þessi verðtryggðu vextir eru þetta bundnir í 3-5 ár og núna eru þeir að fara að koma á endurskoðun og það það bil 2-földun sem að er á þeim vöxtum þannig að menn fresta þessu það flýr engin
fýringin þess að háu vexti. Já, mér heyrist þeir vera að segja mér eitt sko, þessir tveir ungu herramenn sem eru mót okkur og það að fjárfesta í Íslandssjóðum í sjóðunum þar. Já, sko, maður náttúrulega alltaf að vera með hlutaspartnaðum sínum í sjóðum og held bara reglulega spartnað. Já, verðdrygt. Jú, Íslandssjóðir annars að vera að gefa einhverja ráðgjöf Engin fjármálaráðgjöf hér. Snýst að vera hjá sérfræðingum, láta þá sjá fjármálum fyrir sig og þeir eru ekkert sér neinir aðrir í að veita munur ráðgjöf. Nei, heldur betur ekki. Maður vill vera með spartnaði sem þannig að maður sé búin fyrir hvaða veður sem Já. hvort sem það háverðbólga eða lágverðbólga eða hvernig sem það er. Já. Það er blöndu sjóðni til dæmis. Ég fattaði upp á því að dreifa Alveg til dæmis kjörin leið. eignarsamdunum sín. Ég fattaði upp á því. Ekki setja öll ekki inn í sömu körfu. Já, ok. Já, það. Íslandssjóðu tjekki á þeim, það er glæsileg sjóðu þar. Ég ætla að breyta upp á smá nýjungleifur að því að við erum svo flex 260 þættir, það voru svo marga góða rittarspurningar sem við fengum. Ég ætla að taka þér í miðum þætti að því að margir rittar hafa sagt þeir eru með 38 klukktíma þætti, ég nenni ekki að vera í lokin þegar rittarspurningarna koma. Þannig ég ætla að taka nokkra rittara núna og hún er bara til eitthvað beggja og þið skiptist á að svara, þeir eru búin að gera þetta mjög herramannslega í kvöld. Stundum ákveðna leiðréttingar hérna. Fyrsta spurning, á ríkið að selja Íslandspóst ef hann sinnir ekki lengur lykil innviða þjónustu heldur starfa fyrst og fremst á samkeppnismarkaði við einkaaðila? Byrjum bara í Stafrósu, ekki? Ég held henni bara að leggja niður vegna þess að ég veist að maður fengi nú mikið fyrir þetta fyrirtæki. Já, svo er það. Já, selja, vantarlega selt fasteignar, en ég meina, ég þekki nú aðeins til þess og þetta er náttúrulega alveg ævintýralegt hvernig Íslandspóstur hefur hagað sér bara miskunnulaust hlaupið í samkeppni við einkafyrirtæki og reynda að bóla þeim hreinlega út af markanum. Þannig að ég minnstu kosti selja ef ekki leggja niður. Já. Ég er sammála að ríki sé að reka sko Íslandspóst í dag, svona eins og þeir væri með loftskeytafélagið. Við gátum kannski skilið í gamla dag, eða það ekki? Öldin er bara önnur núna. Já. Við vorum aldrei sammála. Önnur spurning, nú byrja Tóti, flugsamgöngur eru ekki muna að vara heldur grundvalla skilyrði fyrir efnahagslíf, ferðaþjónustu og tengingu við umheiminn. Á Ísland að fylgja kolefnisskattakerfi Evrópusambandsins eða ætti ríkisstjórnin að sækja umdanþágur vegna sérstöðu Íslands sem eyríkis? Við ættum að sækja undanþágu ef hún fæst ekki, þá ættum við ekki að fara eftir þessu. Já. Og við erum líka með 0,08% af losun heimsins. Og við erum með einhverja hreinustu orku í heimi. Þannig að Kyoto ákvæði sem Svandís Svavarsdóttir gaf eftir 2012, þetta hefði náttúrulega verið langskynsalegast, mikil mistök að gera það. Og við erum ekki að fara að breyta viðurfarinu með því að borga hærri skatta. Nei, ekki. Ég er rosalega fegin að Tóti fekk þessa spurningu. Hann er miklu betri þessu ég og ég hef bara nákvæmlega engu við þetta bæta. Sammála. Erfitt að vera ósammála þessu. Já, það er eiginlega bara, Kyoto ákvæði 2012, hver er múin að gleyma því. Þriðja spurning, ekki byrjar, starfsmannakostnaður RÚV er hærri en það kostar að reka dómskerfi landsins. Hvað finnst þér um það? Mér finnst það náttúrulega bara algjörlega magnað. Ég reyndar svona veit ekki hversu mikið ég á að dissa RÚV, ég er nú ekki formulega útskæður úr sakfræðinu minni og það gæti og valdið þarna einhverjum ágjum á lokasprettinum, en nei, auðvitað er þetta alveg ótrúlegt hvað þessi stofnun hefur blásið út og ætti að vera að sinna sínu grunnhlutverki sko með miklu minni tilkostnaði og eins og bent í þessari frábæru grein hjá Helga náttúrulega, þeir eru náttúrulega búin að komnir með alls konar hliðarstarfsemi, hvort sem það er á samfélagsmiðlum eða skemmti þáttum eða guð má vita hvað sem að bara með öllu óþart en þetta er náttúrulega bara líka allt og margir sem vinna þarna. Já, þú veist hvað skrifa þessa greinlegur okkar maður Helgi Brynjarsson. Það er svo? Já, þetta ekki sammála sem voru. Jú, ég átti bara að RÚV er svona eins og loftskeytafélagið, þetta er algjör tímaskekkja og það verður nú gaman að gera einhvern tíma samanburð á kostnaði per efnismínútu hjá Jazz After Dark og RÚV. Það væri mjög, ég væri til í á greiningu sko. Ég hef stundum hugsað þetta. Það er samt ekki hár og orðið hjá andra. Nei. Logos var víst að stela í gjaldskráin hans. Já. Yngvi fyrir kollegi okkar í podcastleiknum sem var með Pingjuna á þetta stúdíu og fyrir þetta kennitölun og fleira, mikill braskari og mikill snillingur. Hann byrjar á akka, hvort ertu meira á langa eða stutt endanum þessi dagri? Já, sko
Sko, ég hef nú verið í hreyfimur stundum og svolítið á milli, sko. Það nú ekki alltaf, ég ekki alltaf í sömu nærbrúsunum. Nei. En svo sem þess að ég er búin að kannski að undanfæra svona 2 ár, þá hef ég verið mjög samfærun það að raunvextir myndu að hækka og sérstaklega styttri raunvextin, þannig ég hef svona verið að spila stutt að endan þar. Með óvertryðu vöxtunum þar hef ég kannski oftar verið svona tekið einhver tækifæri á stuttendunum. Ég hef átt óbóðslega mikið erfitt með annað en að vera líka skortselja löngubrifin en svona að þess að ég sé að mæla með einhverju stöðutökur núna þá kannski þá líður mér samt þannig núna við séum svona loksis komnir á þann staði eins og að munurinn á verðtryggðu og óverðtryggðu að gæti farið að verða betra að eiga óverðtryggt relatíft verðtryggt vegna þess að ég held að Seðlabankinn muni einfallega ekkert eins og ég segi, hann muni ekkert létta á snörunni fyrir að verðbólga fer niður. Annars verður þetta bara svona að eilífu. Já, en skildi ég ræðuna þegar rána því að þeir eru bara nokkuð ánægir svo spennandi hagkerfið núna og hvað raunvextastigið núna. Já. Þannig heldur að ef að verðbólgan helst bara óbreytt, þá gætu við bara séð nokkra stýrivextaákvarðanir í röð sem væri bara óbreytt. Ég meinur þú óbreytt eða sín 12 mánaða verðbólgun eða milli mánaða? Nei, stýrivextir. Ég held bara ef að verðbólgan fer ekkit niður bara í 8,3% þá munið bara ekkit lækka vexti. Nei, ég held kannski frekar myndi bara fara að hækka eitthvað örlítið. Það er þá, ég heldur myndi nú alveg býða með það í svona einhverja fundi að hann fara að játa sig og sigraða með það. Okay, en ég held að það sé svona ef ykkur leiti svona erfitt að sjá það og þetta hangir saman annars er verðbólgu væntingarnar og verðbólgan sjálf að þetta svona mun þurfa að nýkast í sameiningu, sameiginlegum valsi niður á við til þess að ekki veist hoppa inn í Gjörðu svo vel, getur ekki hlusta á þetta spurninguna við Agnar, nei ég er sammála Agnari hagfræðilega og miðað við yfirlýsingu peningastefnunum síðast að þeir ætla ekki að lækka vexti fyrr en að þeir sæju merki það að verðbólgan væri að færast niður í markmið og fram að næsta vaxtaákvörðu 19. nóvember þá er bara ein verðbólgumæling og það er ekki útlit fyrir að hún verði góð þannig að ef þú tæki þetta bara á orðinu þá virðist að vera útilokað. Síðan aftur á móti ef maður horfir á fundin og yfirlýsingar og dans á milli Daða fjármálaráðherra og Ásgeirs að þá virðast þeir vera að draga ansi mikið í land og farin að tala um merkjum slaka og ef þið flettið ykkur reynda gömlum morgunblöðum að þá sjáu þið verktaka og fasteignasala vera að tala um slaka svona 2 ára aftur í tíman sem reyndar bara kemur aldrei í tölunum en þannig að ég ætla að segja að ég held að það sé allavega 50-50 líkur á 25 punktum næst en mér finnst að það ætti ekki vera neina líku þannig að mér finnst að ekki ætti að vera réttur í sér en ég held hins vegar að hann hafi það ekki. Ég held reyndar eins og þú segir, menn tala þetta mjög mikið hvað Ásgeir er að tala en hann er auðvitað bara 1 af 5 og Þórir er náttúrulega grjótarður og restina nefndinni Ásgeirður og Ég var það ekki svo hart á fundinum. Nei, hann ítrekar þetta samt svona svolítið að það þurfi að vera árangur í verðbólgu og verðbólguvæntingum áður en að þeir hugja lækkun og var svona frekar afdráttarlaus í því fannst mér. Já, mér það nú ekki, en hins vegar vil ég benda hlustundum sem hafa svona áhuga á þessu að síðasta fundi, kynningafundi í Seðlabankans á stýrivaxtaákvörðun sinni sem enn og reyndar þessi fundir svo leiðinlegir menn það er Seðlabankinn og svo eru bara greinendur og greinendur bankana, Íslandsbanka, Landsbanka, Arionbanka eru aldrei neitt að spyrja Seðlabankan út í ákvörðun Seðlabankans. Þeir eru aðalega að spyrja Seðlabankan út í sína eigin spá og hvers vegna Seðlabanki fór ekki eftir þeirra spá. Þetta er alveg hlægilegi fundir en það var nú eitt mjög gott aðrið á þessum fundi núna að Þórir Angi, hann fór yfir þjóðarsreikninga og tölurnar og ég hef aldrei séð aðra eins niðursöllun í beinni útsendingu hversen að þeir væru ómögulegir og þetta væri ekki rétt mælt og það aftur á móti styrkir málstað Agavens það er alltaf verið að tala um það að Seðlabankinn eigi að vera framsýnn og horfa í sína eigin spár
og reyna að miða vexti við það. Það er búið að vera svona söngurinn frá borgatúnsliðinu núna í einhver 2-3 ár og ég held að Seðlabankinn hafi reynd að gera það með skelfilegum árangri. En ef að það er ekkert að marka tölundar, þá er náttúrulega ekkert að marka spátna sem að byggja á því, þannig að það reyndar styrkir málstað akka líka. Sko. Ég hef nú alltaf, finnst það fyrir komist einmitt hvað markaðurinn tekur marka spán Seðlabanks. Bara þeir eru að spá þessu eða hinu, ég bara fyrst, þetta er algjörlega irrelevant. Já. Síðast að reyndaraspöndingin á hann ég hleypi leif í hnignun Evrópu sem ég veit að þessi tveiminn hafa mikið áhuga og ég held að ég er svo mikill Evrópukall að ég fari ekki bara þegar ég tala þetta. Það elska að Viðreisn og Þorgerður Katrínu meira en því allir til samanslíklega. Sko, og þessi til Tóta, hann er náttúrulega, við verðum að gefa Sjóvá smá loft hérna, frábært tryggingafyrirtæki og bara Þórður, ef þið þurfa að laga tryggingarnar ykkar, hringi beint í Þórð. Nú er Sjóvá eina fyrirtæki eftir Íslandsbanka Skaga, ef að það klárast, þá er eina tryggingafyrirtæki eftir sem er ekki eigu banka. Áttu fyrir mig að því að ekki nú í stjórn Íslandsbanka áttu faglega greiningu á verðinu á Skaga x Íslandsbanka, hvernig líst þér á þetta? Skaga Íslandsbanka, það er ekki mitt að tjá mig það, menn þeir eru þeir telja sig sjá einhverja hagræðingu út úr þessu og eru tilbúin að borga eitthvað yfirverk, hvort ég hefði gert það sjálfur, skal ég ósatt látið en við svona sameiningar þá er það tvennt sem þarf að horfa til, það er annars vegar möguleg samlegar áhrif og svo hins vegar svona það sem að hefur valdið í gennum tíðina conglomerate discount, það er að segja að fyrirtæki verð og orðin of stór og flókin og missi fókus, en ég veit ekki, ég hlakka bara til að fylgjast með hvernig þessum ungu bjartsýnum mönnum tekst að vinna úr þessum málum. Já, vel svara. Mjög gott. Við skulum bara færa okkur í Evrópusambandi og Birkir, þú lokar eyrunum. Já, herru, takk fyrir kvöldi. Já. Nei, mér þykir þetta gríðarlega vænt Þorgerði Katrínu þó ég ber ekki saman hlýhug til sambandsins. Slæma, en Kaldi er auðvitað með okkur og Kaldi, ég er svolítið verið í núlarunum frá árumótum og hann er ekkert síðri Aggi hann er ægi á honum, hann fekk sér breyt Kaldan. Það er svolítið, já, og það er læt eða hvað? Já, lætar. Já, vel valið, ekki slæmt það en ég er á 17. daginn. Já, þeir eru góðir. Sko, við sjáum það að það er ekkert evrópskt fyrirtæki eftir á topp 25 listanum Global Top 25 er þetta kalla ef ekki bara hafa þetta einfalt, er þetta afleiðing og mikillar reglugerðar og skattlagningar, er þetta eintómt fargan? Er þetta það sem menn er búin að tala um í mörg ár og fólk kannski fyrir smá tómum eyrum hjá sum að Evrópa sé að fara bara in the zero? Já, fjandans til. Við horfum bara á hvað er búið að vera drífa áfram Evrópu, ég meina að það er samkeppnishæfni í framleiðslu á bílum og ég meina einu sinni voru þegar Ítali voru með líruna þá voru þeir mjög góður í að framleiða alls konar fancy stöf og selja það með veikum gjaldmiðli en Evrópu eru þetta bara í grunninn að sérstaklega Þýskaland sem er alltaf verið langstærsta efnahagsmótor álfunar þeir eru þetta fórnuðu sínu, hvað maður að segja orkulega sjálfstæði frömdu bara efnahagslegt sjálfsmór í beinni útsendingu Merkel gerði það og hvernig gerði hún það? Já, með því að bara loka kjarnorkuverunum og byrja svo bara að vera háð gasi frá Rússlandi. Já, það var sniðugt hjá hann. Það var mjög sniðugt og en svo er þetta, ég meina, sumta, ég held að Tóti minn örgulega gera því betur skil og eftir, ég meina, hvernig þeir hafa regluvætt sig svolítið til helvítis einhverju leyti, ég meina, sést bara til dæmis að þeir eru ekki með í gervigreinda fjárfestingunni, það er bara hún á sig allar stað, það er helst reyndar að hollendingar sem eru að framleiða í mjög nauðsynlega hluti í örflugur sem að virðast vera svona flottasta tæknifyrirtæki Evrópu í gervigreinda kapplöfinu en þjóðverjar eru þetta bara fyrstalega að lenda bara undir í samkeppni í bílaframleiðslu sem dæmi og það gleymist líka stundum að þýska efnahagsvélin hún er ekki bara að framleiða bíla, hún er líka að framleiða svo sögulega sér svo gríðarlega mikið íhlutum og í bíla sem að miðast við
ekki rafknúna bíla allt annað innvols í slíku þannig hafa það líka orðið auðvitað undir í þessu og svo auðvitað bara næstæsta hagkerfið, við sjáum bara hvernig skattar sem hlutfall þjóðarframleiðslu í Frakklandi eru að þróast, hvernig skuldirnar eru að þróast og vinnumarkaðurinn er rauninni letjandi og svo auðvitað hefur bara einfallega síðast en ekki síst, hefur bara velferðarkerfi Evrópu miðast auðvitað ekki við slíkan innflutning af vinnu, slum ekki kalla vinnu afheldur flóttamönnum frekar, sem að eru nettó þiggjendur úr velferðarkerfunum. Þannig að það er kannski svona ekki síst mikilvægt í þessu öllu í þessari tiltölulega hröðu þróun núna undanfarin 10 ár. Dænat. Sko nú fer hver að vera síðastur að bóka sér jólahlaðborð. Já, það er alltaf bara jólin að koma til korter, sko. Þannig að hvort sem út að skipuleggja dýrmæta samverðstundum með fjölskyldunni, hlaðborð með vinnunni eða félögunum jafnvel. Já. Þá verður að drífa þeir á dænat.is núna, skoða hvar hún getur fengið borð. Já, ég meina. Þannig eftir líka að við hugsaum oft hvar getur græða borð í kvöld. En hvar getur græða borð eftir 3 vikur? En Inga Tinna hún er eins og kynverðnir, hún hugsar ekki í dögum eða vikum, hún hugsar í árum. Hvað er hún búin að gera? Lénið jólahlaðborð.is, hver á það? Inga Tinna. Bingo. Dænot. Já. Ég heyrði að hún var að setja tolla á fyrirtækinu Knúsi. Já, ég myndi bara skilja það vel. Nei, hún gerir ekki svolítið. Hard Rock, hvað er betra en létt og ljúfeng klúbbsamloka? Mögulega Barcelona hamburgerinn. Mögulega Barcelona hamburgerinn, já. En þeir gera rosalega klúbbsamloka. Já, þjónustarann. Staðsetningin, geðveik, sko. Það virðist vera eintökuskilriði ef þú ætlar að þjóna til borðsatna að þú eru að kongur. Já, og mér finnst alveg að því að það fyrsta sem ég geri alltaf þegar ég fyrir útlanda að leita mér á næsta Hard Rock stað en svo ég byrjaði að gleyma því áður en þið byrjaði að vinna með okkur. Heyrðu, strákarnir eitthvað ekki að fara að kíka í nokkra kalda? Jú, byrjum að Hard Rock alltaf. Alltaf Hard Rock? Alltaf Hard Rock. Sjöstrand. Hvernig væri að byrja alla vikur á kaffisendingu frá Sjöstrand? Það hljómar helviti vel. Það er nefnilega að gera það, sko. Líka, þú getur skráðið í áskrift, þannig að þá verður aldrei tómur, sko. Kemur bara hvern mánudag eða hvern mánudag, hvernig það er 15% afsláttur með kóðunum CAD. Það voru í helviti góðum málum. Já, Espresso Kiss. Já. Og það er í þvælunni gótt. Það er jafn gott á hljómar. Já. Og svo líka byrja daginn á 7 AM Espresso. Það er rich and nutty. Ég fíla, það er einhver kemur að því sem ég fíla við Espresso 7 AM Espressoen, sko. Svo eru kaffivélina góðu. Já, auðvitað stóðust ás, ekki spurning. Og svo auðvitað gera þeir við kaffivélina fyrir þig. Þú ert ekkert að ágjöra af viðhaldi. Já, er þetta ekki eilíðar ábyrðið? Jú, þú bara mæti með hana. Þeir gera við hana mögulega fyrir eitthvað klink, en það er ekkert sem telur. Já, skiptir einhverjum. Ekki stóra samminginu. Nei, Subway, veisluplatti fyrir 6-10 manns á 7.499 krónur. Já, ég fór á Subway í Smáralind á sunnudaginn sem er ekki frásögu færandi nema að ég ætlaði að fara að banta handa mér og stráknum og konunni og þessi indali maður sem var aðgráð og sagði bara, þú veist það er fjölskyldutilboð og ég bara, hvað er það? Bara 2 stórir, 2 litlir á 4.000 og eitthvað. Bara eitthvað bilað dæmi, skilur. Ég bara, skyndibiti fyrir 4 á já, þetta með ekki að vera enga sens. Svo fyrir einleipan mann eins og mig þú veist, ég er ekki að fíblast núna. Ég veslaði inn í matur daginn og ég er enda að borða á við 3. Eldaði í klukkutíma, kostaði 4 og 5 og ég átti einhver hráefni heima og þetta var svona 1,5 máltíð fyrir mig. Og eitthvað kostað þú á tíman, sko? Jú, allir er þetta að vona. En þú veist, og ég hugsaði, og ég hef ekki farið í veisluplattan á 7 og 5. Já, ok, veisluplata fyrir klukkutími að elda. Fyrir 1,5 máltíð á 4 og 5. En þar var reynda að koma veisluplata fyrir 6-10 manns, sko. En þú geti borðað það, sko. Þá er ég bara með mat út vikuna. Já, en þetta svo er það, sko. Sko, Tóti, þarna, ég veit þú hefur sterkar skoðanir á þessu, þú veist, það er allir snillingar og tala alltaf ef þú vilt tala hvað gengur illa í Evrópu og tala alltaf Draghi-skýrsluna, en þarna, ég held að flestir sem tala hana hafa nú ekki lesið hana, en það var víst mjög svartur spádómur Evrópu og bara allt búið að sann reynast þar. Hvernig horfur þetta við þér? Ef ég byrja á Draghi-skýrslunni, ég nú vil bara lesa í hana útdrótti, það er eitthvað svona nánara eitthvað 70-80 blaðsinn útdráttur líka á netinu og ég fær ekki gennum hann og þessi skýrslu var hrósað mjög mikið. Já. Og ég er svona, nei, ég er nú ekki alveg sammála því. Það sem það má segja skýrslunni til hrós og Draghi er að
að hann bara fer yfir stuðuna sko mjög heiðalega í upphafi og hún slæm og það meðal annars þessi þættir með orku og með hátæknina og annars líkt og en síðan þess hvað á að gera og þá bara sko meira af hinnu sama sko árið 2000, 99 þess að þá setti Evrópusambandið sér stað svona svipaða stefnu og þá var það sko nefnt eftir Lissabon og þar fyrir árið 2010 að þá ætlaði eru orðnir fremstir í tækni, ætlaði að vera konum í stærri venture capital geira heldur en Bandaríkin og þetta var allt í miða við sko markmiðum sjálfbærni og þetta var ekki sjálfbærni komið þá en svona umhverfi og byggðadreifingu og ESG bara sko það var ekki alveg komið fram þá en það var svona í sinni fyrir mynd og þetta það sem ætla að gera núna þannig að þú ég finnst svona en Draghi til þess fyrir við það að heitt þáttur ég fegin að ekki tók ekki alla þetta en eitt þáttur sem með Evrópu þetta demografían og árið 2040 að þá verður fækkun fólks á vinnumarkaði í Evrópu orðin 2 milljónir manna á ári og samkvæmt Draghi-skýrslunni að í miða við sömu framleiðinaukningu og var á bilinu 2015 til 2020 eða eitthvað slíkt að þá verður hagkerfi Evrópu jafn stórt og það í dag árið 2050 þess að fólki á vinnumarkaði fækkar og framleiðinaukningin ekki næg til þess að stækka kökuna. Þannig að þetta svona í og með sá vandi sem með og aðalvandinn sem hann segir reyndar að það það að Evrópa standi frammi fyrir og þurfa að fara í mjög mikla fjárfestingar. En það ekki svona stærsti og mest immediate vandinn sem ég sé. Ég sé það hvernig ætlar Evrópa að þjónusta þessar skuldir. Munið að þegar að sko Maastricht-skilyrðin voru sett fyrir evruna að þá var það þannig að fjárlagahalli mátti ekki vera meira en minn með 3% á ári og þá reynda voru líka hagkjörinu cirka að vaksa 3% þannig að það myndi halda stöðugt og skuldir ríkissjóðs mætti ekki vera meira heldur en 60% af vergri landsframleiðslu. Í dag það þannig að Evrópubandalagið í heild með skuldir upp á móti vergri landsframleiðslu upp á cirka 80% en Evrulöndin þau eru með 88% og þar af Frakkland sem svona það sem menn hafa mestar áhyggjur í dag og þess vegna var Frakkland í evrumum daginn komið hærri vaxtakjör heldur en Ísland á ríkisskuldabrifum að það sko eitthvað minnum mig 112% skuldir og þar engin stemming því sá kannski bara frétt í síðast í gær að til þess að halda ríkisstjórninni saman þá hættu við að hækka eftirlaunaaldur úr 62 í 64 ár og þetta algjörlega ósjálfbært kerfi sem að eru með og þetta auðvitað ýtir undir síðan ennþá meira þessa jaðarflokka sem við erum að sjá sem þá í Frakklandi erum við að sjá Mélenchon sem óbáslegur bara þess hreinn og beitt kommunisti og síðan sem hét áður Front National, ég man ekki hvað heiti núna franska endurvakningin sem þannig flokkur Jean-Marie Le Pen sko og þessir flokkar og til þess að flokka og flokksport saman þá ertu bara kannski komin í kringum helming þjóðarinnar sem að kjósa eitthvað svona sem að einhverju kannu kannski móðgast en ég tel bara algjörlega óhætt að kalla algjöra crazy og þá einhvern veginn sko, hvað á þá að gera það eitt sem svo svekkjandi hvort sem við horfum á Reykjavíkurborg, Argentínu eða öll þessu lönd þó að ég ætla nú kannski ekki alveg líka þessu saman að það það að breytingar verði ekki fyrir að menn eru komnir út í horn og þá það bæði sársaukafullar og þá líka hætt við að það valdi miklu meiri svona félagslegum óróa heldur en ef þetta við sjáum auðvitað lýðræði fyrir okkur að lýðræði svona samræðu hefð og einhvern var að kalla mér segna umræðustjórnmál sem var svo sem ágætt orð og menn komast að skynsamlega niðurstöðu það ekki bara þannig, það bara ég sérhagsmunagæslan og það það sem að draga niður Evrópu. En
Draghi-skýrslan, það var bara meiri svona miðstýrður í raun og veru, kannski ekki beint áætlunar búskapur en svona indicative planning, sko, hvernig Evrópa ætla að verða fremst í einhverjum greinum, sko, og ég held að því miður það mun ekki komin eitt út úr henni. Það svona eins og Róni sem að viðurkenni vandamáli og alltaf að skipta yfir í létt. Já, skipta yfir í kalda. Já, það getur virkað. En svo líka þetta í þessu samhengi að það er náttúrulega rosalega ólík efnahagsþróun í austurhluta Evrópu og svo í restinni. Þannig að Pólland, risastórt land og fleiri lönd eru að vaxa bara miklu hraðar og bara með meiri aga og það er spurning hvernig þetta mun allt axlast, en svo náttúrulega eins og Tóti nefndir náttúrulega með demografíuna líka en svo er náttúrulega líka dæmi sem að sko það sem að lönd eins og Japan sko vissuleiti leysa vissuleiti demografíuna, þú veist, með því að gera samfélagið alveg óbúðslega skilvirt og sjálfvirkni vætt og svona halda glæpatíðni lágri þannig að það er auðvitað eitthvað sem maður hefur trú á að bara tækni framþróun og framleiðinu aukning geta einhverju liti leyst. Ég held að en hinni þættinir held ég að séu jafnvel svona meira þessi samfélagslega upplöf sem geti verið að aukast og hún sé miklu hættulegri. Mjög hættuleg. En ég fæ ykkur þá til þess að setja á ykkur spámannshattin núna. Úr því að við erum búin að leggja spilaborðið þess að hvernig þetta lítur út allt saman. Tóti, þú talar það þurfi svolítið alltaf pendulum þurfa að sveiflast alla leið í náttúruna til þess að hann getur farið að snúast í hinna. Erum við að sjá eitthvað makróstorm í aðsí fyrir Evrópu? Veit ekki, sko, hlutni geta haldið áfram, sko, miklu lengur heldur með nokkuð tíma halda og svo þau gerast þá miklu hraðar heldur með nokkuð tíma halda, en ég myndi halda þess að þau svona landið svo Frakkland sem er algjörlega stjórnlaust og svo eru fleiri lönd sem að, ég meina, Belgía vísu hefur verið án ríkisstjórna, sko, í einhver ár, sko, og það kemur að sög, sko, en þess að ef það verður þessi, sko, fiskal dominans, ef að markaðurinn missa trú á að ríkin geta sko, staðið undir skuldunum og hattu eitt að sko, í Evrópu eru 7 lönd með AAA rating, hæstu lánshæfismat frá lánshæfismatfyrirtækjunum, aðeins 3 þeirra eru í evrunni og aðeins 2 þeirra eru stórland, það er Þýskaland og svo Holland. Svo er að vísu sko Luxemburg og reynda held ég Liechtenstein sé eitthvað talið með. Já. Síðan ertu með sko Danmörk, Noreg, Svíþjóð og Sviss sem standa utan evrunar. Þannig að þetta evru sko... Danmörk er reyndar í myntbandalagi evruna ekki? Nei, þeir eru í mynd samstarfi sko. Þeir eru ekki með sjálfstæða peningastefnu en þeir hafa opsjón að opta út sko. Og þannig að þetta evrusambandi sjálft er með 2x plus og þannig að þetta á að fara að biðja þessi ríki ábyrgja skuldir Evrópusambandsins og þinna út sitt eigið sko lánshæfismat og meðan þessi lönd eins og Frakkland sem eru í illa sett og það fyrst ef við fáum svona skuldakreppu við erum að tala um það eins og í Frakklandi eins og maður fenguð þarna í Gríslöndum, Pix, Portugal, í Ítalíu, Írland, Gríkland og Spáni, sko, ef við fáum það við Frakkland að þá er Frakkland alltaf stórt til þess að Evrópski seðlabankinn geti höndla sem við vótt að við teiksræðin hjá Draghi. Og ég veit ekki, líkurnar á slíkri krísu sko næstu 5 árin, ég veit ekki hvort það sé 10% eða 30%, en það er allan töluvert hærra en 0, en ekki þannig að haldi endilega fyrir manni vöku. Þannig að það gæti svona verið stormur að sí og maður átti því þess að þau voru að tala um verðbólgu og við vorum að tala um verðbólginu upphæf og þá var þessi hefðbundnu þættir sem að hafa áhrif en sko það er í raun og veru eðlismunur á verðbólgu og óðaverðbólgu. Óðaverðbólga gerist aldrei nema í það sem er kallað failed states sem að þess var í Weimar-lýðveldinu í Þýskalandi, Austur-Evrópuríkjunum eftir fyrra stríð og svo þessi Júgóslavíu og Sómalíu og hvað sem þetta heitir alls saman. Það er það að menn bara missa trú á greiðsluhæfið og greiðsluviljan. Og
Ég alls ekki að spá því en það martraðar scenaríóið fyrir Evrópu. Já, eins og Tóti segir, náttúrulega Fraklandi miklu stærra heldur en verið að bjarga því, en það þá allan að gera mann einhver liti bjarsýnan á móti að fyrir utan auðvitað Austur-Evrópulöndin sem eru að vaksa vel að þú veist að það voru kölluð PIGS-löndin og sérstaklega eins og Ítalía og Grikkland og Spánn líka, að þetta eru lönd sem að fjárhagsafkoma ríkissjóðuna að batna, þannig að það komið stöðuleiki á Ítalíu og ég meina kannski vantar í Evrópu bara góðan leiðtoga, ég meina það gæti líka nú ekki reyns vel í Evrópu. Nei, en það sem við sjáum þetta líka bara eins og munurinn á vegna þess að vissuleiti fjármálastaða Bandaríkjanna, hún í rauninni ef við horfum burt sér frá getu hagkerfin til þess að vinna sig upp úr skuldunum, þá rauninni fjárhagsstaða Bandaríkjanna hún verri líka við í núinu. Okay. Þeir eru með meiri hallarekstur sem hlutal þjóðarframleiðslu og þeir eru með meiri eiginlega með mikla skuldur og bara mestu skuldastöðun í Evrópu yfir 100%. 124%, það verður ekki. Já, svona stundur eftir hvernig og trajektori lítur ekki rosalega vel út, að vísu hefur þetta vext svolítið á, það annars vegar þessi stóra fallega frumvarpið og svo hins vegar að tekjur af tollum eru svo sem eitthvað byrjar að tikka inn. En það er hins vegar alveg óbúslega áhugaður þróun bara núna á þessu ári vaxtaþróunum til dæmis í Bandaríkjunum relatíft við Evrópu. Það sem að langt ekki bara 30 ára vextir, þar að segja í Bandaríkjunum versus þá Bretland, Frakland, Þýskaland og Japan. Og líka sérstaklega í 10 ára vextina að 10 ára vextir í Bandaríkjunum hafa lækkað töluvert. Þeir hafa hækkað í öllum þessum ríkjum. Miklu meiri hækkun á 30 ára vextum í öllum ríkjum heldur en Bandaríkjunum. Þannig að markaðurinn svolítið að segja að hann miklu meira hræddur við stöðnununa heldur en kannski akkurat núið. Og þannig að markaðurinn vaxtaþróunin í Bandaríkjunum til lengri tíma hefur verið alveg lígilega góður rauninni miðað við það sem hefur gengið á. Og spilar auðvitað eitthvað inn í að það hefur eitthvað verið dregið úr útgáfu langra ríkisskuldabréfa í Bandaríkjunum, en á móti kemur að mikið af fjárfestum, sérstaklega seðlabankar og Asíuríki hafa svolítið yfirgefið Bandaríkjun sem fjárfestingukost, það er að segja í dollarann. Og þannig að ég held einmitt leiðin að disaster einmitt að þú hættir að vaxa, þú hættir að auka framleiðni, þú hættir að fjárfesta. Þannig að því leitinu til má segja Bandaríkin séu þráttur allt á betra trajektori heldur en Evrópa í augnablikinu. Ég spæta inn í þetta ég held alveg hitti þannig neglan á höfuðið að Bandaríkin eru ennþá með vöxtin og þrátt fyrir pólitíkin í Bandaríkjunum sem eru líka áskræðlis að hafa ágjör af og stjórnlausu ríkisfjármál í Bandaríkjunum sem fara stigversnandi að þá ná þeir að viðhalda vextinu, þeir ná að viðhalda öfluga atvinnulífi og nýsköpun og bara út við voru að tala Draghi-skýrsluna áðan, þá er eins og sláandi statistík í Draghi-skýrslunni að það frá aldamótum að þá þrátt fyrir að Evrópabúar spari meira heldur en Bandaríkjamenn að þá hefur sparnaðar þeirra aukist, það er að segja með ávöxtunni einungis þriðjungu af því sem hefur gert í Bandaríkjunum. Það verðast að Bandaríkjamenn eru áhættusæknari fyrst þeir eru meiri í hlutabréfum og þeir eru með hlutabréfamarkað sem eða atvinnulíf sem að skila góðri ávöxtun á meðan þetta hefur verið hálf svona bröðsöðlegt í Evrópu og það fyrst bara út í við vorum að fara yfir Evrópu þá vil nefna það með Bandaríkin það sem að ég hef svona þess mesta áhyggjur af með Bandaríkin en þess að Trump náttúrulega ekki nærri eins vitlaus og þú myndir halda að þú læsir bara RÚV og vísir áróðsveitu meginströmsmiðlana það er svimi hluti sem hann gert gott en þann sem er virkilega hættulegt við hann að það þú veist að ef hann að höggva af þessum innviðum stofnana umgjör sem í Bandaríkjunum sem hefur bara virkað menn kom hann að fót 89 eða hvað sem það var 1790 þannig með stjórnarskráni og þessu dótari og þetta hefur bara virkað algjörlega vonum framar í Bandaríkjunum og gerir enn
en svona þau maður sér þess að vera að taka einhver sérlög og til þess að sitja á þess að tolla sína og til þess að fara fram hjá öldungadildinni, höggva sjálfstæði Seðlabanka og svona slíkt, það kannski svona mesta ógnin við Bandaríkin, það að kerfið þoli þetta áhlaup. Já, það var mjög áhugaverð umfjöllun þetta í öðru hlaðverpar sem ég mitt tweetaði held í dag eða gera, menn eru að hlusta á það var Niall Ferguson var að fara yfir þetta gradual sem Trump sem byrjaði ekkit á þessu, þetta byrjaði kannski svona fyrst, það byrjaði með Obama en svo var þetta líka sko hann Roosevelt gerði þetta auðvitað vissuleiti líka í stríðinu og þannig að þetta er svo mikið einstæmi og svona það sem að og sjúkdómseinkennin eru líka það bara þingið er svo óvirt að það er einu leifir executífunu að taka bara yfir og samaburðun eins og Ferguson tekur er að sko fæst svona Republics til lifa vannilega ekkert lengur en í svona 250 ár sko og það er svo reyndar rómverska líðið vísunast í 500 ára en svo gerist þetta bara svona gradually Augustus hann tekur við völdum og allir svona þingmenninir sko þeir Augustus leifiðum að halda þessi með völdin en svo svona smám saman fjara það bara út en það voru alveg þú veist rúmlega 200 fín ár eftir það líka Hverju voru vextirnir þá? Þannig að kannski er þetta bara byrjunin á löngu tímabili þar sem að Republiki beitist í svona velviljað einræði Mér langar að spyrja ykkur fyrst við erum komin til Bandaríkjanna að þið verum með þessi 7 fyrirtæki núna sem og nú er ég að draga þetta upp úr lofti þetta getur verið kolrantömmar en ég held þetta sé það bil 36% af S&P 500 sem þessi 7 fyrirtæki Gerugreinda fyrirtæki eru, út með Meta, Google, með Nvidia og fleiri góð og sko þá tala Nifty 50 á sínum tíma 60-70 fyrir sækfræðingarna þarna sem að síðan riðu til falls í kringum 8-10 sko einhver er að tala bólu þetta keyrir þetta stórum hluta á þessari mögnu tækninni og tækniframförum sem er LLM og einhver er að tala kannski að það sé blóðkrest en ef við látum það líka með hluta nákvæmlega hvernig tækniframfærinar eru ef við spyrjum því bara Tóti sko er það áhyggjuefni að 7 fyrirtæki séu 36% eða eitthvað þar bil af heildar S&P 500 Já, ég myndi að halda það og ég held að þessi í einhverjum skilningi sko sé bóla með allan varandi öll þessi fyrirtæki að einhverju er kannski eiga eftir að verða sko markvælt meira virði, ég veit ekki með Nvidia einhver bentunur reyndar á að fyrir hvern dollar sem hefur verið fjárfestit Nvidia sem hefur verið settur inn í reksturinn sko actual peningur að þá sem markaðsvirði $30,000 og það auðvitað kallar á samkeppni þannig að það er tvennt sem menn þurfa að horfa á þess að það er að koma tækninýjungar þessi gerfugreindi svo blas við mér og ég er ekki sérfung, ég er ekkert svo mikið í tölvum sko, það menna mér það svona að vera advanced leita að vera eins og komið en þess að það getur vonandi átt eftir að breytast en það var tvennt annars vegar að það er það þess hver verður samkeppnin það er svona óbáslega arsemi í einhver atvinnugrein að það dregur það inn það er að vísu dregur það inn keppinu þetta það er að vísu í þessum heimi í dag að það er að einkaleyfa löggjafir svo sterkar að þessi fyrirtæki geta skýlt sig frá samkeppni þessi það er ekki nema 30-40 ár síðan það var hægt að fá einkaleyfi fyrir hugbúna og flest tölvudót það var bara svona kannski hardware sem þú gast fengið einkaleyfi fyrir þannig að það er búið að herða það mjög mikið sem er þetta mjög slæmt fyrir neytendur og fyrir samkeppni hitt aldrei er sko segjum að þessi þjónusta það sé svona gríðalegur ávinningur af henni og þetta var það sem ég held að margir hefur klikkað á í netbólunni að þá kannski eru menn bara að núvirða og reikna með að allur ávinningurinn lendi á fyrirtækinu það er auðvitað ekki þannig í viðskiptum að þau sá kaupandi og seljandi og það er framleiðandi ábati og neytenda ábati og hversu mikið af þessu verður sko neytenda ábatin ég minna að verið Nordhaus sem að skrifa greinu það hvað er það sem að uppfinningamenn og þeir sem komið með vöru
captura eða þess ná mikið til sín af ábatanum af vörunni og það var í kringu 0,2%. Hitt yfirleitt neytenda ábati. Þannig að það á eftir að koma í ljós með þessi fyrirtæki en ég myndi ekki missa huguna í gólfið ef við horfum tilbaka eftir svolítið tíma að það veri orðið að það komið í ljós að það veri bóla en fyrst muni í netbólunni þá voru samt sem ára þau svona fyrirtæki eins og Amazon sem eitt stærsta fyrirtæki í dag menn hlógu sem máttlösa yfir verðlagningun og því þannig að eitthvað sem fyrirtækjum á eftir að meika það en ég vil líka bæta við þó ég myndi ekki missa huguna í gólfið ef þetta eftir komið ljós þetta verið stórleiti bóla að þá myndi ég ekki fyrir mitt litla líf þóra að sjórta þetta einastasara fyrirtækja. Já, ok, reyndar það bara fínt að fá sagfræði til að spyrja þessu. Ég held að nefnilega, við erum með mjög marga unga hlustendur líka og ég held bara, veit ekki hvað internetbólan var, Nei, segir mig, það var náttúrulega... Þú gleymið því sem Tóti. Já, ég var svo sem... Tóti reyndar þekkir hana betur ég var nú bara En já, bara burt sér. Ég var að vinna sem sumarstafsmaður í Búnaðarbankanum þegar hún sprakk. Í greiningadeildinni en það auðvitað eins og menn hafa rifjað upp auðvitað með internetbóluna að það verður alveg gríðarleg fjárfesting til dæmis í innviðum á þeim tíma netköplum og alls konar svona til þess að leiða þessa tækni áfram en svo auðvitað var náttúrulega bara lítið hluti af þessu sem skilaði arði bara fyrir miklu síðar og menn til dæmis með netið menn héldu að netið yrði allt öðru sem það síðan varð menn héldu að það yrði svona decentralized upplýsingar út um allt hvað gerðist, það var allt svona centralized og menn bendaðu svipaði með AI þetta er ótrúlega tækni en svo vitum við ekkert á endanum hvernig application og utility verður það sem að dræfar allt profitability en í dag er talað að sé 2 trilljón fjárfesting í gangi sem skili í dag $40 biljónum þannig að arðsemin engin í augnablikinu þannig að þetta eru þetta allt spekulatíft það sem enginn veit hvað mun gerast en svo þetta eins og Tóti sagði, er þetta glorified leita vel í augnablikinu en þetta er þetta tala menn að eins og Musk er búin að ná vopnum sínum aftur og maður sér núna, hefur maður lesið áttrætt fólk sem alveg ofboðslega glatt að geta bara hoppað inn í Teslunum sínu og bara keyrt þetta er alltaf raunverulegt þarna er AI að virkilega að búa til edge og profitability og búa til svona virkar þetta sem að fyrirtæki sem nýta sér þetta maður spyrir það einu ég sá vast í símanum Já. Spurður gerfugreind það var svaraði það er líka eitt móli ég verð að hvetja alla sem er að hlusta hana þátt að fylgja þessum glæsilegum mönnum á X þeir koma með áhugaverða móla þar og ég rakst á eitt í dag þegar ég var að undirbúa mér þáttinn fréttið þess að OpenAI sem hætti þekkja eigandi ChatGPT stefnir á 125-falda orkunotkun sína á næstu 8 árum og þetta er eitt fyrirtæki nótabenni sem mun þurfa meiri orku en Bretland og Þýskaland Aggi, þú nefndir þetta aðeins undan Evrópa, er hún bara búin að segja pass við gervingandakapphlaupinu eða þeir hljóta að vera að vakna okkur að væri blundi eða hvað? Já, ég held reyndar að eins og segið Þóruð Pálsson hefur nú tvítið held í meirum þetta og hvernig aðkoma Evrópa þessu en eins og ég skil þetta þá náttúrulega hafa bara mun meira áhyggjur að að gervigreindin sé misnotuð notuð í vafasumum tilgangi og það er bara virðist vera helsta áhyggjuefni í augnablikinu og svo auðvitað er bara viljinn til þess að búa til nægilega orku til þess að það þarf bara alveg óendalega orku í þetta og það er kannski bara erfiðar að ímynda sér að Evrópa eigi þá orku núna með gas reikningana í vetur á Ítalíu og víðar Já, sammála því Dóti. Já, og ég held ég alveg gríðarlega tækifæri fyrir Ísland að við ættum að vera að virkja meira og svo er spurning hvort að öll þessi stóriðja sem er innan núna hvort að hún verði í framtíðinni þess að verðið á orku hefur hækkað gríðarlega mikið og er að hækka mjög mikið og það þýðir þetta að þetta AI er að ryðja alls konar annari framleiðslu úr vegi bara með því að yfirbjóða í verði og þannig að þarna erum við í raun og veru komið með sækabalinn og þetta ekki gerðnum með þessi gagnaver og margt annað þannig að
Þetta er gríðarlega jákvæmt fyrir Íslandi, við erum bara grípum tækifærið. Já, klart, það er ein umræða sem ég langar að taka og við svona kannski gáum henni ágætis formála á þegar vorum að tala bara vaxtastig heilt yfir hérna á Íslandi, tölum peningastefnuna og annað, en það kannski sem bleiki fíllinn herbygginu og það náttúrulega auðvitað húsnæðismarkaðurinn og ég veit að margir hlustendum munu sperra eyru núna því að þetta er heitt kartafla í okkar hlustendum, við hefum mikinn áhuga á þessu og eru þetta kannski stór ástæð fyrir að vera með ennþá með verðbólgu ekki óða verðbólgu, en háa verðbólgu tölum við á raunvextir um 3,5%, það er hátt en maður velti fyrir sér og þið kannski búin að svara sér fyrir þættinu og byrja bara ykkur afsökunar en ég ætla að byrja á því núna ekki er það kannski frekar ef við tölum bara ungt fólk sem kannski er að kaupa sína fyrstu fasteign, er það kannski frekar bara reglu seðlabanka sem eru stærra, ekki vandamál en frekar stærri þröskuldur heldur en hvað raunvaxtastigið er? Já, ég hef nú alveg verið að velta þessu fyrir mér að ég held að svo sé og það kemur auðvitað bara fram í því að fólk getur leitt sér hús með mun meiri greiðslubyrði en það þyrfti að borga húsnæðisláninu og ég velti því alveg fyrir mér og reyndar fannst mér nú svo sem það glitta í þann tón eitthvað á sem senasta fundi, ég man ekki hvort það var hérna vaxtaákvörðun eða fjármálastöðuleikinn, það sem að svona Seðlabankinn er aðeins byrjað að fylgjast með hvort að þetta sé raunverulega málið, eins og þú nefndir auðvitað vísitöluna að nú virðist þá flæðir unni, ég kalla það bara búið að setja hérna, hvað er heimsmyndi í stangvastöki, það er búið að setja rána bara í 6.30 og það bara kemst enginn yfir nema einn maður og það er svolítið þannig með þessar reglur fyrir ungt fólk, það bara þú getur ekki hoppað yfir þetta með að við hérna verðin sem er í dag, jafnvel þótt þú eigir fé eða hafa aðgangu eigi fé og ég meina nota bene, ég meina eins og í Hollandi og víðar, ég meina þar er húsnæðisverð herra en þú færið 100% lán og hérna þannig að já, ég held að og leiguverðið er auðvitað það sem er farið að hafa meira áhrif á vísitöluna og ég held að þessu margir aðrir þættir í hagkerfinu sem við hérna ættum að hafa áhyggjur af núna varandi verðbólguna. Það eru rauninni krónur búin að styrkjast alveg gríðarlega en samt er svona 12 mánaða taktur í þjónustu og ýmsum liðum vísitölunar eru í hækkunatakti. Þannig að það er rauninni, í mínum huga er húsnæðis eiginlega engin ástæða fyrir Seðlabankann að vera með þessar reglur svona rosalega stífar akkurat núna. Og ég reyndar, það kann að vera að sé svo kenning sé alveg úr lausulofti gripin en við sjáum líka þetta heimilin er að setja á miklum sparnaði og það er mikil velta í hagkerfinu. Ég meina einhverju leyti væri kannski ekkit óheppilegt ef að fólk gæti reynilega fest sparnaði sinn í íbúð í staðinn, kann að vera. Þannig að, já, ég held að þessar reglur séu alveg komið tími til þess að aðtöku hvort það með ekki bara létta á þeim. Já, Dóti? Já, ég er algjörlega, þú missir þvertum ekki að segja það, ég er algjörlega sammála. Ég held allar að segja ósammála. Ég er alveg 100% sammála og ég bara skil ekki hvað var ekki fyrir? Já, hvaðan Seðlabankinn telur sig hafa vít og vald til þess að hafa vít fyrir fólki og það, hvernig það ég held að skuldsetja sig, en svo þessu til viðbótar þá verður þetta auka lóða frambúð og svo þarf að bara byggja ódýrar, það þarf að einfalda eitthvað öllum reglum sem við erum komið með. Veist mér að ungt fólk, ég veit ekki, áður fyrir það keypti sér íbúðir, en það var bara svona kannski einhver lás í kjallaríbúð, en það gæti allan að byrja, það var komið start og það var komið inn í lífið, Ég veit ekki, með þessa íbúði núna, þetta er allt einhverjar design íbúðir síni sem manni þegar maður sér, einhver rándýrum efnum og engir þröskuldar og með geymslum og ég veit ekki hvað við þurfum bara að byggja ódýrt vegna þess að það eru 2 markaðir sem þurfa að vera í lagi í hagkerfi til þess að bara svona hlutirnir fungeru og bara allir hafa sæmilega gaman, það er vinnumarkaðurinn og það er fasteignamarkaðurinn. Já, sammála því ekki? Já, og ég meina, eins og þú kannski nefnir líka í þessu samhengi, ég meina það þarf það hefur verið umræðinu vaxtamörkin til dæmis og það eru þetta ástís verið að tala um það, ég meina eins og það er ekkert hægt að byggja neitt, rauninu seinasta stækkun að byggja í Kópavogi er í Vatnsenda hverfinu og svo er ekkert hægt að byggja neitt meira og þessi vaxtamörk voru ákveðin fyrir
hvort það voru 20-30 ár síðan og hérna menn bjúkustu ekki við þessari miklu fólksfjölgun sem hefur hérna oft sér stað og ég held að það væri líka bara frábær leið til þess að reyna að létta þrýstingnum að færa auðvitað út vaxtamörkin. Já, klárt. Afsakið ef ég að fara með ykkur þess og kurs ég var sorry Halldór Benni ég var að stela sig vinnu til að undirbúa handriti nei, ég ekki næst gera allt á kvöldin sko, við vorum að tala hnignun Evrópu og þeir eru mjög spennt yfir Evrópusambandinu og hún fullir í ferði átti að vera nýja heimsveldi minn ástkæri flokkur Viðreisn þeir töluðum fyrir kosningar og auðvitað náttúrulega bara ESB-umræðunar töluðum kannski það hvort að Íslandi að fara í ESB ég þykist vita hvar þið eruð Viðreisn hefur lofað þjóðinni ef við förum í ESB þá munum við fá lægri vexti og munum við fá evrópska vexti Tóti, þú talaðir á hann að við erum reyndar að fjármagna ódýra heldur til dæmis franska ríkið Í evrum, já ég spyr bara ég byrja þér Tóti ef við myndum taka upp evrum, segjum bara morgun verið það bara ákveðið hvað myndi gerast? Myndi neytendur, við erum talað hatt neytendans, myndi hann finna fyrir því á góðan hátt? Nei, sko, það sem myndi gerast ef við myndum taka upp evru fyrst þýttum við að ganga í Evrópusambandið það tekir tíma og síðan myndum við þurfa að uppfylla sko, stöðugleikaskilyrðin ef við myndum uppfylla stöðugleikaskilyrðin og við erum þá væntanlega eina landið í allan eina landið sem í evrunni sem myndum uppfylla stöðugleikaskilyrðin það er bara Austur-Evrópu þjóði núna sem uppfylla stöðugleikaskilyrðin og svo, síðan Danmörk, Svíþjóð að myndi gera það að þá myndum við vissulega fá lægri vexti en við myndum fá lægri vexti alveg óháð því hvort við tekjum upp evru eða ekki það er að segja ef við uppfylltum ef við værum með lága verðbólgu og við værum með lítinn halla og fjárlögum þannig að það kemur sjálfsög ekki sko evrunni við þannig að en hvernig myndi neytendur finna fyrir þessu sko þessi matvara og allt annað eru þetta sko það er hátt verð á Íslandi en þess að það er há laun og ég menna þú sér það sko þú er náttúrulega vinnur hjá heimum heldur að það er því sko Malmö verð á eignum ykkar sko ef við myndum ganga í Evrópusambandið sko Vonandi ekki þannig að þetta helstu þetta hendur og eins og Agnar benti á áðan að þá á Íslandi, við erum hávaxtaland og við erum mikla kaupmáttaraukningu og maður sér það bara eins og talið til þess áðan að kaupmátturinn sko hann jókst 4% í júlí og 3% í ágúst áskrundvelli þannig að þetta liggur í þessum takti sem er nokkuð það sama og raunvextirnir á íbúðum þannig að en í sko stöðnunarhagkerfum þar sem er enginn Ítalíu að það hafa þjóðatekjur og mann ekki aukist frá aldamótum þrátt fyrir að vera með evruna það er ekkert þægilegt þægilegra að vera með enga aukningu í þjóðatekjum og en lægri vexti sem að það sko leiðir til alls konar sko félagslegra vandamála en svona þess utan þá vil ég bara nefna eins að ég veit að þú ert að bíða eftir að þú vilt fara inn í ESB aðal vandinu þetta við ESB og þess að við snúum okkur aftur í nefndi áðan með Frakkland að ESB er orðið skuldabandalag og þess að það breytist hvað var það 2010 eða 2011 þegar þýski stjórnlega dómstóllinn sko félst á að Evrópski seðlabanki mætti að kaupa skuldabréf Já. En mitt og svo kannski teik sem er kannski ekki alveg að vinsælt er að sko þú veist, mér finnst það líka einhverju liti miskilningur vextina og að það sé einhvern veginn sko, sjálfstætt takmark út af fyrir sig að komast inn í eitthvað samstarf þar sem að vextir augljóslega taka mið af mjög lágum hagvexti en það líka að mjög lágir vextir bara allra lægstu vextir sé einhvers sko takmark út af fyrir sig vegna þess að það er náttúrulega sko önnur hlið á þeim peningum sem við sjáum bara til dæmis þá kannski í Frakklandi eða þú veist ef það eru ef þú ert alltaf með takmarkið er að vera með 0 raunvexti eða jafnvel neikvæður raunvexti þá fyrir þetta fjárfesting ákvarðunar sem að kannski leita þá ekki í jafn arðbær verkefni þá auðvitað bara leggjum við ekkit fyrir það er náttúrulega aðal vandamáli sem við stöndum frammi fyrir er með til dæmis öldrun samfélag og þessari demografíu að þú veist það þarf að vera jafnvægi milli þess að sumir taka lán og fjárfest í framtíðinni en svo þurfum við líka auðvitað að leggja fyrir og ef við horfum bara eins og við segja á
sko vexti á Íslandi, þá miðast umræðan alltaf við þessa skammtímavexti. Skammtímavextir eru þetta bara, eins og segið, þú veist, það er handlisbrotiði og það sé bara mega bólga á hendinni, og þú veist, og það er bara skammtímavextir vegna þess að það er eitthvað mein sem þú veist, þarf að lækna og laga, en svo ertu með einhverja langtímavexti sem eru þá bara segja, hvernig verður þetta þegar þú ert orðið hress, og ég meina, ég ótti að benda á það að langtíma raunvextir á Íslandi, ég meina 2,5%, 2,67, það er ekkit eitthvað, þetta er svipað í Bandaríkjunum, ef að húsnæðisvexti til langs tíma væri 3,5, og verðbólgan væri markmiðið, þannig að við værum kannski með 5,5% langtíma vexti, væri það ekki það bara ágætlega skipt á milli þeirra sem væri að taka lán og þeirra sem væri að leggja fyrir og safna í lífeyrissjóði. Þannig að ég held að það væri líka að hugsa, taka þessu umræðu stundum sko, að það eru líka neikvæðir hliðir að vera með mjög lága vexti. Já, mér finnst líka bara gott þegar Bjarni kom til okkar eftir hann hætti Jan Fepa þessu ári, hann talaði um bara nákvæmlega sama og Þórður að tala um að já, sko, ef við förum í Evrópusambandið, þá þrólega vinnumarkaðin og þá þrólega ríkisfjármálin og annað, sko, ef við færum undir hatt, sem ég veit er eitthvað mesta martröð, ef við myndum fara undir hatt Evrópska Seðlabankans, þetta er líklega fyrsta sem við myndum segja við okkur að við þurfum að koma í lag eða eitthvað. Er það? Nei, ég veit það ekki. Nei, sko, ef það væri og sjáum svo bara, akkur eru ekki skuldir Evrópusambandslandana undir 60% sem er skýrt viðmið. Akkur eru það meðaltæli 88%. Þannig að Evrópusambandi, sko, það veitir mönnum skjól frá því að taka ákvarðanir, en er samt sem áður ekki með svipuna. Já. Hefur ekki, það næri ekki þeim tilgangi sínu. Bara í hurðinni. Bara í hurðinni og leiðinu og skemmtistæðir og þuklaðir upp og niður svo við komin inn þá máttu bara fara úr og gera það sem vil. David Jones sko en maður vill bara fá David Jones dölurnar sínar, hvert er örgast að fara? Krónuna, það er líka mín hverfisbúð. Ég var alltaf gaman að því að sjá uppstillinguna á David Jones. Þeir fá sitt pláss. Ásta Fjellsteð, hún veit alveg hvað virkar held ég. Jú, og Freyserinn veit það líka. Já, ef einhver veit að vera hann sko. Þess vegna var það fyrsta sem hann gerði var að flytja í lakkristöldnar. Já. Svo hefur hann verið að bæta við auðvitað jarðarberinn sem hafa slegið gegn sour cola. Það voru ekki allir á fishy cola vagnum. Nei, hver er þetta? Og hvað með sinnabon? Hvað þá? Og þegar sinnabon í hvítsúkkulaði rjómaostinn, það greip sig. Sæll. Hann hefur ekki litið öxl. Það er eitthvað minna hlegið í dag. Drilla. David Jones. Frumeri. Allir með 0 í endastaf, drífa sig í skoðun. Já, þeir sjáðu þetta líka Ég var að tala við einn í dag sem sagði, byrju frumeri, þeir er ekki búin að vera hjá okkur alltaf mörg ár. Jú, en að því að allir sem er að hlusta á hana þátt, þeir vita að það er bara einn staður til að fara með bíli sinni í skoðun á og það er hjá Frumeri. Og það sem Frumeri einmitt, sko, kannski bara þökkum Frumeri fyrir að hafa stutt við baki á sjálfstæðri fjölmiðlun núna mörg ár, búin að vera með okkur. Nánast frá degi. Þökkum þeim kærlega bara fyrir það, nýtum tækifærið. Já. Og það var kemur gert einnig. Vá, heldur betur. Veistu hvað Hermann er núna? Leif mér að giska Kína. Hann er í Kína, hann er í Guangzhou, klukkutíma frá því það sem ég bjó. Veit ekki hvað hann að gera þetta? Hann er að kongast þarna. Hann er að skoða bílavara hluti. Það er 100% þegar þú segir það. Já, þannig að ég skal lofa þér því að hann er núna á kafi onni í einhverju verkværabóksi í kínverskri verksmiðu að finna einhverju góða verkværahluti. Hann er eitthvað svona nammilandi fyrir bílavarahluti. Í hlutir í bíla, takk. Þegar gerir það engin betur en kemi.is. En betur, eru það að senda fórstjóran í þetta? Hermann, hann mætir á dekk og græjar þetta. Já, þú veist, ef það þarf að skipta peru þarna, hann er mættur í púlsinn að skipta rúður ef þið er að skipta. Þetta er bara svo tótið með tryggingarnar, þú bara hringir í hann. Eagle golfferðir. Já. Tekið endilega á þeim. Þeir eru með margar spennandi ferðir núna inn í veturinn. Því að hver þarf slittuna í elið, myrkrið. Ég er náttúrulega eftir að koma mér í gólfið, en sko, þú ert nú alveg semi-veiku gólfari og Gísli Kristinn sem er náttúrulega núna í gólfferðum. Já, Stúkan Hristist. Hann var í beðleik núna, er að koma heim, sko, að hann segja það með konu 10 dögum setna, fór 10 daga til beðleik í boði Eagle golfferða. Pæli í veislunum sem er að bjóða upp á. Ég svolítið að var í Soto Grande 2026 ára 9 nætur. Sé fyrir mér að geta að spila smá padel það líka. Já, það var ekki verða. Basically verið að gefa þetta, sko. Þetta kostar ekki neitt, en svo er það shoot up. Já. Og haust og vetralína. Hún datt inn í morgun. Var að dett í hús. Hún er geðveik, sko. Stóriði þá hefur reynda var alveg svona 700 myndir, sko. En ég svona fletti í gegnum þetta og já, ég bara þurfið að taka til í fataskápnum, þurfið að uppfæra hann mjög líklega, látið taka ykkur alvarlega og klæði ykkur í sútap.
Ég í Morris í kvöld og þú ert í glæsilegum jakka. Já, ég í einhverju sútöp jakka allavega. Og ég mæli alveg sérstaklega með því, sko, jakkarnir, yfirjakkarnir frá sútöp. Já. Strákur, við erum nú búin að fara út víða völl hérna. Jú, heldur betur. Og mér langaði þess að ræða við ykkur, sko... Hættum að tala með Evrópu. Já, færum okkur aftur til Bandaríkjanna aðeins, Donald Trump. Það okkar maður. America first. Hvað maður að byrja? Jú, maður byrjar á America víst. He's a great guy. Lægri skattar og ekki sjálfstæði. En fyrst og fremst þessi tollamál, sko. Mér langaði þess að... Og náttúrulega bara þjóðurnisegin sem við sjáum líka vera sprett upp bara annar staðar í heiminum, Evrópu og annar staðar. Ekki ef við kannski bara byrjum á þér. Bandarísk stjórnmál í dag. Já, sko... Ég allavega sko, minn áhugi þá ótrúlega satt, þótt að ég sé kannski eins og segja, oft komið fram í þessu þætti svona skuldabræða kall, það hefur miklu meira áhuga á hérna geopolítík og slíku, það er svona mitt svona ég fylgist kannski mest með og náttúrulega sko þótt að Trump hafi verið mjög mislaðir hendur á sínu fyrir kjörtíðanbili mörgu þá hins vegar var og það eru margir sammála þetta að hérna hann tók bara mjög góðar ákvarðanir í utanríkismálum og kannski helstu þetta sem að reyndist hafa kannski mestar afleiðingar því var snúið við var auðvitað hann sagði þetta upp þessum kjarnorkusamning við Írani og það er nú eitt af því afdrifaríkasta sem að við sjáum afleiðingarnar í dag, hvernig Íranir rauninni var beinlis gefin lausn tauminn og hérna eldu sína anga öll miðisturlönd. Þannig að þegar þessi kosningabarátta, já, svo kannski annar bætið við líka, hann kallaði líka svolítið hérna, að Kína var í rauninni ekki að líðræðist væðast í gegnum viðskipti, heldur voru kannski farin að misnota að vissu leyti aðstöðu sína í alþjóða viðskiptasambandinu. Þannig að það hætti líka Bandaríkin hafi farið á rétta braut að þeir þurftu að byrja að líta á Kína sem hluta til adversary sem þeir hafa svo auðvitað einhver leyti reynst þótt þessi líka stærsti viðskiptafinn þeirra. Þannig að þegar kemur í kosningabaráttuna hérna þráttur allt sem hafi gengið auðvitað á í millitíðinni sérstaklega hann tapaði fyrir Biden og allt sem gerist í janúar og því líkt. Þá fannst mér bara ríkisstjórn Bidens bæði efnahagslega ekki síst og líka menningarlega uppnám sem hafi verið í kringum þá ríkisstjórn og mér fannst Biden ekki neitt sérstöku forseti en mér fannst sko Kamala Harris bara, þú veist, ég gat hann ekki. Þannig ég svona tók þessa afstöðu frá uppæði að ég var hrifnar af Trump í þeirri kosningabaráttu og hef svona alltaf verið svona, þú veist, hugsa með mér, það getur verið hættulegt að vera mjög short Trump, þú veist, hann er bara þannig gaur að hann lætur verkinn tala og hann er mjög erratic en það eru margir hlutir sem hann sem bara hittir á rétt og ég held að það kannski munurinn á svona atvinnustjórnmálumönnum og svo kannski svona óhefbundin stjórnmálumönnum er kannski að koma best fram í augnablikinu vegna þess að ég held að þessi eins og staðan lítur út í dag þá held ég að þessi friðarsamningar séu alveg ótrúlegt afrek hvernig sko ekki bara hann heldur hans samningamenn ná öllum Araparíkjunum on board og víðar Tyrkjum og fleirum og þetta hefur bara aldrei gerst menn hafa litið einhverja friðarsamningi gegnum tíðina hvort sem voru við Egypta 73, Jordana 89 þetta voru bara einhvern svona litli friðarsamningar þannig að Abraham samkomulagi sem var á fyrra tíðinbylunu sem var rauninni tengir yfir þetta núna, þetta er bara risastórt þannig ég held að svo komið aftur í að vera short Trump að menn eru oft alveg óbúslega fljótir að leggja hausi sinna algjörlega fram og við sjáum þetta séð í ár hvað fólk er tilbúið að segja sko að bara heimurinn eins og við þekkjum hann er hrunin. Bandaríkjamenn hafa bara gjörsamlega afsala sér allri ábyrgð á öllu í öllum heiminum. Þeir eru bara ekki húsum hæfur og eiga bara að vera í skammakróknum þar sem eftir er. En staðreyndin er hins vegar svo að Bandaríkjamenn hafa auðvitað eftir brokkinga byrjun í alþjóðarsamskiptum, sérstaklega í kringum tollana og Grænland og Kanada og allt þetta, að þá hefur tekist að þjappa Evrópu saman, þeir hafa tekist að gera rauninni varnarsamstarf vestrænna ríkja setja á miklu heilbrigðari og traustari grunn og svo
auðvitað eins og lítur út fyrir að hafa leist þetta hræðilega stríð í Miðausturlöndum og mögulega myndað einhvern grunn þar líka fyrir sko miklu meiri velmögun og samstöðu og samvinnuríkja á sama tíma og að orsökin af þessu allir megin orsökin af allir þessu sem eru íranska klerkastjórnin, hún rauninni svolítið sett bara til hliðar og það eins og segir, eins og sannast að Bandaríkjun þau þurfa að sína styrk sinn líka með valdi þegar að svo líku við og það gerði hann. Þannig að í utanríkismálum sérstaklega held ég að hann bara verði að fá ákveðið kredit en svo þetta hitt að komum kannski inn á tollana og ég veit að Tóti hefur mikla skoðun á því að þótt að þetta tollastríð sé nú ansi kaotískt á köflum og kannski ekki endilega líklegt til árangurs þá eru þetta bara eins og ég segi vaxtaþróun í Bandaríkjunum, hún hefur verið mjög hagfelld, dollarin hefur veikst sem hefur líka verið eitthvað sem hefur verið stemt að og hagvöxtur hefur verið sterkur og reyndar horfurnar eru ekkit svo afleitað þegar að kíktur undir hútið þannig að það er rosa erfitt að fara að fella einhverja mjög mikla sleggjudóma efnahags og utanríkisstefnu Trump í augnablikinu, svo getur maður haft allt mikla skoðunar því sem er að gerast inn í Bandaríkjunum og það er kannski önnur umræða. En þá, þú segir sleggjudómar, en mögulega þá bara hann sé bara búin að standa sig heldur vel? Já, eins og ég segi, í utanríkismálum sérstaklega held ég að bara hvernig hann hefur þjappað NATO saman hefur upp á stæði þegar menn töldu að hann væri að leysa því sundur og hvernig hann hefur hans menn hafa komið að Miðausturlöndum. Auðvitað hefur pólisín hans sem hann líka verið gagnrýndur mikið eins og með Rússland hefur misjafnast en maður skilur hins vegar alveg í ljósiðis hvernig hann kom hinum samningunum yfir línuna að þá skilur maður alveg af hverju hann var að reyna approach í Rússlandi. Það gekk ekki en hann er líka mjög pragmatískur þannig að nú virðist hann bara sér hann bara þetta gekk ekki þá er hann að fara að taka núna þver öfastefnu og ganga runni mögulega lengra en Joe Biden þorði að gera þegar hann var. Já, Tóti, Trump. Já, sko, hann er náttúrulega mikið ólíkinda tól og stórfurðuleg maður og og svona mikið, sko, hann er sko, hvernig ég orða þetta, sko, sjarmatröllin dólgur í senn, sko, þetta er alveg stórfurðuleg blanda og þessi miða við forverana, þetta er náttúrulega alveg sko hræðilegt hvernig Bandaríkin gátu með Biden tíma, ég man eftir Biden í gamla dag og þið getur bara farið á YouTube og skoða gömul vídeo með honum og svo bara borið það saman við hvernig var, það var öllum algjörlega ljóst Karl Garmurinn sko var svona búin að var ekki þannig að það orðin sko áttræður sko jú. Og það sást ekki á hann það er bara gang við lífsins og ekki það var reynda sami aldur á Trump sem er reynda bara ellilífisaldurinn þetta voru algjörlega nýju fötin í keisarna sem er Karl Garminn sko og Kamila náttúrulega hræðileg sko þannig að mér varst nú sko alveg þess virði að taka sénsinn á Trump miðið við hana en ég held hún að hana hafi nú verið skárri og ég sammála með mörgulítið sem að sko Agnar sagði með utanríkismálin hans vegna þess að hann er dólgur og hann er að sko fást við dólga þá þeir bara bera virðingu fyrir honum og svona á kultúral sviðinu þannig að voru Bandaríkin komin út í sko algjöra þvælu og hann er svona að taka á því og það er jákvætt en ef við snúum okkur að efnahagsmálunum þá er bara því miður að Trump er bara það sem hann kallast kauðbuðgis stefnumaður merkantílisti sko af verstu sort og það sýnir sig það að þessi hugmyndan sem viðskiptahallann að halda viðskiptahallann sé sko ílsku útlendingakenna en ekki skorti á þjóðhagslegum sparnað í Bandaríkjunum að það er algjört rugl og það síðan haldi að sko tvíhliða sko viðskiptajöfnuður eða vöruskiptajöfnuður þjóða að hann sé eitthvað merkilegur það sýnir alltaf því miður að hann hefur engan skilning á alþjóðlegri sko verkaskiptingu og það að hann skuli fara sko skemma þetta en þess að sko ef við horfum á bara sko vöruinnflutning til Bandaríkjanna er svona svipað hlutfall og
að verkli landsframleiðslu og tekjuskattur. Og hann var alltaf að tala um að taka upp í tolla í staðin fyrir tekjuskatt. Eins og það var áður en tekjuskattur var leiður í Bandaríkjunum að mér minni 1913. Það er náttúrulega algjör ómögulegt, þá þarf að vera 100% tollur á öllu til þess að borga þau upp án þess að hafi áhrif á innflutningin. Og tollurinn auðvitað bara skattur á Bandaríkjamenn. En hann mjög óhagkvæmur skattur af því leitinu til að hann riðlar alþjóðlegri verkaskiptingu þannig að það verður mikið allra tapi, það sem heitir hagfræðinni deadweight loss. Þannig að hann að skemma það. Þannig að það svona eitt hluti af kaupauki-stefnuna sem að þessi Adam Smith blundaraði í 1776 og flestir hafa skilið síðan, nema hann og hans nánustu ráðgjafar. Annað þátturinn að það sem hluti af kaupauki-stefnu, þið munið það til þess að Íslandsverslunin, hún var bara boðin upp sin leyfi. Þetta var ég man ekki eftir því. Nei, ég man það ekki eftir því, þetta úr sögunni og þetta hluti af sama ánga. Og við sjáum þarna Trump í raun og veru verið að gera sömu hluti eins og til þess með Nvidia-flugutar til Bandaríkjanna og hann tekur hluti í Intel og situr síðan löggjöf sem að hjálpa Intel og hann hvað heitir hann, ekki Witkoff þarna sem svona einhver svona Erindriki, já, vístar á hann talar bara mjög opinskátt þetta að bara selja leyfið til verslunar. Þetta svipuð hugmynd og auðlindagjalds hugmynd viðreisna nema bara beitt á verslun í staðan fyrir sjávarútveg vegna þess að lögin í samfélaginu hjálpa mönnum að búa til skapa verðmæti, þá ríkið að fá að skattleggja það. Þetta er bara hluti á kaupauki-stefninu og má kannski segja að þarna sjáum við líkindi milli Trumps og Þorgerðar Katrínar í mörgu öðru En í þriðja lagi þá það hvernig hann gengur gegn bæði venjum og stofnunum í Bandaríkjunum. Og ég held ég nefnt að áðan líka að þá erum við að sjá annars vegar til að hann notar einhverja neyðarlöggjöf sem að ætlu fyrir stríðsátök til þess að sitja að tolla á þjóðir í einhverjum tilgangi, byrja að kalla hana fentanyl sem national emergency til þess að geta beitt þessu til þess að geta gengið fram hjá þinginu og öldungadeildinni vegna þess að hann hefur ekki heimild til þess að sitja á þess að tolla. Hann nýtir sér þarna einhverja glufu til þess að gera það. Og svo auðvitað þannig aðast þarna í Seðlabankanum, en ég menna það ekki hægt að gaggrina menn fyrir aðast í Seðlabönkum, við erum búin að sýta á gaggrina þann íslenska henni og svo eru verið að gaggrina tölurnar og annað Já, láta það slæta en með tollana, það verra og þá hefur verið að ganga á og brjóta held ég þessar stofnanauðgjör sem hafa gert Bandaríkin að því sem að þess bara óskup einfallega stórkostlegasta þjóði og jarðarklunni ennþá og það hafist mjög óhuggulegt. Þannig að ég myndi segja bara aftur með Trump hann er ekkert verra en hinn í bóarnir en ekki nógu mikið betri heldur. Nei, Aggi, ég verð náttúrulega að svara fyrir þinn mann. Já, það nú einmitt það sem ég er búin að vera hérna svitnandi ég var aðeins svo jákvæður hérna með Trump þetta er ekki nógu gott en ég ekki það, ég er svona kannski Tóti náttúrulega miklu betur lesin, ég er svona einmitt tolla og annað slíkt, en ég hef þó verið að fylgjast eins og með eitt sem vitnastundum í, þetta er Mikael Pettis sem hefur skrifað mikið svona fjárflæði og áhrif tolla og fleira. Það má samt ekki alveg hoppa yfir það að tollar eru líka einhver leiti bara eins og hagstjórnartæki eins og Tóti bendi á, þetta er skattur og neyslu, þetta dregur úr bara neyslu í samfélagi og færir hana þá meiri fjárfestingu og eins og segi hyglar innlendri framleiðslu til lengri tíma, hvort að það takist eins og er óvíst. En það má ekki samt gleyma því að Evrópusambandið er tollabandalag, þeir eru með alls konar hindranir, Kína er með og sérstaklega Austur-Asíuríkir með gríðarlegar hindranir og
tollanir eru þannig að einhverju leiti líka bara, þetta bara svona búlíismi sko, þetta er búlíismi gagnvart Kína og sem getur jafnvel átt rétt á sér í sumum tilfellum, þú veist að þeir eru reyna bara að ná, Kína er svo óboðslega háði að geta selt sínar afurðir til Bandaríkjanna og annars verður að finna aðra markaði og þá og það er þess að gerast í dag út af tollastríðinu að þeir eru að koma vörunum sínum til Evrópu og víðar, þurfa að lækka verð og sko Kína, það er ofta ekki umræðinu, Kína er skuldsettasta ríki í heimi, veist, þegar þú tekur alla skuldir, sem er líka veist, þú tekur lokal skuldirnar og þú eigur enn á óhagkvæmnin og tapið í framleiðslunni sem er miklu leyti ríkisstyrt að þá eru, sko Bandaríkjamenn hafa alveg ágætis tak á Kína þótt að það sé, veist, og Kína hefur tak á Bandaríkjunum þannig að en sagan segir hins vegar oftast það að þegar að annars vegar það kalla surplus ríkið eins og Kína sem flytur út framleiðslunni sína og deficit ríkið eins og Bandaríkin að til lengri tíma er oft talað að deficit ríkið sé í sterkari stöðu þess að þeir eru markaðurinn og þannig að þú veist spurningin er sko ég held að séu svolítið ólíku tilgangur með tollastefnu gagnvart Evrópusambandur, gagnvart Bretlandi, gagnvart Kína. Það er svolítið verið að deila og drottna en ég held hins vegar að verstu mistöki sem Trump gerði voru náttúrulega sérstaklega þegar hann réðst af alla. Hann réðst á Kanada, hann réðst á Mexíku. Kanada og Mexíku áttu náttúrulega að vera bandamanns bara sem að gera stórt framleiðslubandalag í Norður-Ameríku og hann mun náttúrulega leiti til þess að hann vinnur okkar hvað er Poi hann datt af vagninum og fengur náttúrulega algjörlega vonlausan forsætisráðherra í staðinn. Þannig að þar gera staðinn fyrir að Evrópa er alveg vissuleiti í bátnum með Bandaríkjunum gagnvart Kína að þú veist að þeir þurfa að opna sína markaði líka og geta ekki verið með svona monopoly og dumping og allt þetta sem er í gangi. Þannig að ég held að Trump hafi gert mikil mistök með því sko en hann er auðvitað kosin sko til þess að hugsa einungis rassin á Bandaríkjunum. Þú veist þannig að ef það er allra tap í heiminum þá held ég að en mögulega smá hagnaði fyrir Bandaríkin þá held ég að hann muni alveg hugsa að það sé bara réttætilegt sko. Já. Það er sko, er það ekki þannig en mér svo gott þú myndist á sem að ég hef átt að segja líka sko, ég kom ekki að sko með búlíisma og það er með það sem að maður hefur sko áhyggjur af að þessi búlíismans það verði bara einhvern veginn viðtekið og hluti af bandaríska stjórnkerfinu og brjótið á þannig þetta svona stofnanaræði og þá spyrir maður sér hvað þegar næsti forseti kemur sko. Þá verður hann komið með þessa heimildir sko, til búlíisma líka og fordæmi ganga auðvitað ekki bara á þessi völd heldur önnur völd og svona því meiri búlíismi sem að embætti hefur þolinmæði fyrir því fleiri búlía dregur að sér þannig að ég held að það sé mjög hættulegt fyrir Bandaríkin. Já, ég held ég bara bæta ykkur við þetta. Já, það var bara eitt tweet frá Tóta sem ég verði að taka þegar að umhverfisstofnun ákvað setja kröfu á þrotabú Play umhverfisskjöldi sem eftir þetta borga sem var rúmur milljarður ætti ekki kannski ríkið að ressa frekar sjálfur sig fyrir að rukka skatta sem eðilugur ekstrafósendur? Ég veit ekki hvort þetta af þessum fyrir eina ástæðan en að leggja þetta á eftir orðin ekki alltaf það er alveg hlægileg sko. Já, en svo til að slúta Evrópu, Þýskaland ætla að hækka ellilífeyrisaldurinn í 73, Frakkar að reyna að hækka sinn sko aftur fyrir unga og einfælda hlustendur eins og sjálf mig þetta þýðir þetta bara það að færra fólk að vinna meiri skuldbindingar og þetta eru sko tveir burðarstólpar í Evrópu og það er ekki dálítið magnað, ég trú ekki að segja þetta að við séum þá að hugsa þetta er partí sem við viljum ganga inn í. Jú, og þetta eru gegnumstreymiskerfi sko, en sér líka munin sko Þýskaland sko upp í 73 Frakkland ætlaði að fara upp í 64 og hættu við til að halda stjórninni saman og síðan á að biðja þýskan almenningum að taka lán sko eða ábyrgjast lán hjá ESB til þess að sko bjarga Frakklandi þetta gengur ekkert upp. Ég er alveg ljóst að hvað verður næsta ástæða fyrir að Þjóðverjar og Frakkar fari í stríð. Það verður barist í Alsas. Svo er bara þess Gríkir að gera á gott mót núna og
Ég muni að það var alltaf að vera að hlæja að því sko hvað Grikkir að þeir verður svo latir og þeir eru ekki neitt en þeir eru með lengstu vinnuviku í Evrópu. Þjóðverðir aftur á móti að þeir eru sko komin inn í 26 stundir að meðaltala á viku í vinnuvikan. Shit, já. Og Ísland, við erum búin að fara við erum komin inn í 29 og aðtúða sko að sumafrí inn í þessu öll frí, þetta bara sko vinnustundir deilt með 50 vikum sko. Þannig að þessi löndi er náttúrulega orðin værukær og við líka og ég held alveg tvímulaust að þetta sé hluti af verðbólgunni sko, að við erum með lága framleiðningu og við erum bara alltaf að sko vinna meira og meira, þetta verið saknin alltaf verið í öllum kjarasamningum þegar að menn eru orðnir þreyttir að þá sé alltaf hendin sko eitthvað smá meiri stytting og atvinnureikendur gefast upp á hendur sinn en þetta safnar sig að saman kemur. Já, að gera ekki bara best að hætta að vinna og hætta að skapa verðmæti. Fara bara í sagfræði. Já, fara bara að vera eiliðast út. Bara örstutt, við erum búin að sjá það að markaðurinn er búin að ansi grænir þessari viku og við fögnum því manna mest okkar menn í Amarok, Eldur, hann er bókstaflega á eldi þessa dagana, þessi sjálfgæfu málmar og fylgja bara ákveðin fylgni og correlation á milli verðskulds og Amarok. Ég ætlaði bara svona aðeins Tóti, ég veit að þú ert áhuga maður Eld og Amarok, menna, er ekki frábært að við séum með íslensk fyrirtæki í Grænlandi? Jú, bara æðislegt og við sem umhverfisvæna vinslu, ég nú bend á að hvað heitir hann, Ed Conway, blaðamaður á Sky, hann var með frábæra fréttaskýringu núna fágætismálma, hann sem að svo möguleiki var að sjá líka og það meðal annars út af Evrópa var á móti sótspori að við erum búin að útvista allir þessari sko framleiðslu til í Kína, þannig að þeir ráða yfir minni með þessi 68% af málmónum og 90% rúmlega af vinslunni af þessum fágætismálmum og því sjáum við náttúrulega núna deilurnar milli Bandaríkjanna og Kína út af þessum og ef að þetta tekst líka að finna fágætismálma og vinna þetta eins og hann hefur mikla ástríði fyrir á ábyrgan og umhverfisvænan hátt, þetta er alveg stórbrotið fyrirtæki. Já, ekki, ég veit að þú ert skuldabréfa kall en hlutabréfin, eru þau ekki að vakna til lífsins núna? Nú ertu eins og bentir réttilega ekki að spyrja réttum mannina því jú, maður svona skynjar það að það sé einhver, þó það auðvitað byggir svolítið á að auðvitað væntingar lægri vexti spila þar eitthvað inn í og auðvitað eftir að koma í ljós hvort að það verði enn einar brostnu vonunnar á þessum markaði og við höfum þetta séð að senustu árin að það oft endar þetta í tárum en ég svo sem held mér reyndar að ég meina ekki, ég má nú svo sem ekki vera að tjá mig verðlagningu banka augljóslega en það er auðvitað bara margt þarna sem fasteignafélögin sem dæmi Íltar á EIFI er mjög ótrúlega hátt og þannig að og þessi spennandi vaxtarfélög líka skilur sem hafa verið auðvitað mjög hart leikin á markanum og maður svona skynjar að kannski voru þetta einhver vatnaskil með þessi dómur fjallin sem fjalla, það var svona kannski seinasta svartsýnis hólan sem að þurfti að reiðja vegi að komast yfir þannig að Ég líka bara benda það mér svo oft glemar hlutabréf eru bara eins og eru og þau fara upp og niður og út og suður og svo svona yfir langt tímabil þá var þetta alltaf greiðslutan sem skipta máli og svo Benjamin Graham sagði sko að til skamstíma er markaðurinn loftvótt, til lengri tíma er hann eins og vikt en það sem er bara algjörlega augljóst er bara að það er fullt af spennandi hlutum að gera í íslensku atvinnulífi. Við byrjum bara aftur á því, sko, ferðaþjónustan, hún er náttúrulega algjör undra atvinnugrein þó svo að einhverju hópur menntamanna úr háskólanum virðist hafa alveg yndi að hafa hotni í síðu greinarinn og lágframleiðni störf og ble. Síðan erum við að sjá núna þessi sko fiskeldi og eins og að því ég best veit að þá er núna 3 landeldi sem eru full fjármagnuð sem er Laxey í Vestmanni, First Water og eða komið með allan slatta fjármagni og Samherji og ef maður horfir bara á áætlanir þessara fyrirtækja að þá telst mér, sko, ég held að tala svona cirka 60.000 tonn hvert, það voru 180.000 tonn
sem getur verið í slæma ári sko hérna, eða einhverjum miðalári bara eins og þorskkvótinn, en við það bætist að nýtingin á laxi miklu betri heldur en á þorski og verði að meðaltali 2-3 sinnum sko hærra og segjum svo að þetta bara eitthvað sem við getum verið að sjá á næstu vantilega 5-7 árum og segjum svo að sjókvíaeldið að það fari nú eitthvað að ganga að þá erum við bara komið með stóra nýja stofna í grein sem að við okkur er svona tamt að horfa á sem ekki sem vaxtagrein. Nú svo þú nefnir svo þessi ef við horfum á hlens bara lyfjageran. Þess að þá erum við að tala Alvotech sem einhver svona 1000 störf og áformum miklu uppbyggingu. Þess við erum að tala Ókuli sem kannski mjög litla starfsemi á Íslandi en samt sem áður að beita íslensku hugviti. Svo mann ekki hvað heita, en jú, við erum að horfa á þessu og Kóri Pharma sem að, ég veit ekki hvernig gengur núna, en þessi eru búin að vera komin með einhverja tölvara framleiðslu í Hafnarfirði og ég held að svona horfið til betri vegar hjá. Hvað er svo Epiendo og þetta eru svona nokkuð fyrirtæki. Þannig að við erum bara að sjá á Sidekick Health þarna sem að einhver tótar í. Þannig að við erum bara að horfa fram á bullandi gangi í íslenska hagkerfinu. Já, og þá kannski langar mig að spyrja, ég var að fá að eyra þetta einmitt frá Þorgeiri sko, ég meina við sjáum nýja fjárlagafrumvarpið, það er nú heldur betur búið að taka til í ríkisfjármálunum bara 15 milljarða halli, ég meina, þú veist, auðvitað tókur náttúrulega við skelfilegu búi frá Sjálfstæðisflokknum. Þannig að, ég meina, þau eru allavega að byrja að taka til. Passaðu nú að þetta ekki var sáparkassanum. Hvað fannst ykkur fjárlagafrumvarp? Nei, ég veit bara, ég bara kom að í upphafi og það er bæði með þessa ríkisstjórn og fyrir ríkisstjórn að það vantar alla ögun í ríkisfjármálum. Já. Og það vantar sko harðan niðurskurð og tiltekt. Já, faðir minn er nú í Viðreisn og er nú mikið að stæra sér af því öllum þeim verkum sem að þau ætla að láta sér leiðat og taka til en ég held að bara orðið eru ódýr og það er það hefur að mér vitandi fátt gerst og sem bendir til einhvers konar að við séum að snúa þeirri braut sem við verið í ríkisrekstri. Nei, sem er að gera er að hækka skatta. Já, það sem er búið að hækka skatta og því betur sem að atvinnugreinar eru reknar virðist vera og meiri framleiðni því meiri skal hækka skatta á þar. Þetta er svona mjög Þetta er ekki uppskrift af árangri sko. Nei, það var einhvern næsta spurning og við erum byrjað að sigla inn í verðmætasköpun haustið mikla og við getum þar byrjað á veiðigjaldafrumvarpinu sem virðist bara vera fyrsta skrefið og mér sýnir svona öllu að það er aldrei sniðugt í staðin fyrir að hækka skatta að þá er bara eftir að tala leiðréttingu en það er ekki aldrei skemmtilegt að geta gert það. Jú, það er svona, ef að þú lítur á 1984 svo Orwell sem sko leiðarvísi fremur heldur en áður þá er það kannski gott fyrir ykkur í Viðreisn. Já, ég er þetta alveg tótum að bauna Viðreisn, það er miklu betri en þig. Já, en já, við sjáum það. En eins og ekki, þú segir bara á skuldabréfahliðinni ef þú ætlar að veita ríkinu lánsfjármagn að það er allavega ekki mikil trú á þessu að ná að snúa sér eitthvað við? Nei, svona, þú veist, einhver trúavísu eða, þú veist, vextir á skuldabréfum hafa núna eitthvað verið að lækka en þú veist, eins og ég benti á að þá þú veist, spurningum sko, ég stundum upplega þannig að menn sé kannski ekki alveg búin að sko, stilla bara kompásinsi líka aftur, að við erum auðvitað bara sko að koma úr lægsta vaxtastígi mannkynssonar. Bara það vextir hafa aldrei verið lægri. Þannig að væntingarnar, hverjar eru væntingarnar? Sko nú, mér finnst stundum eins og að væntingarnar séu jafnvel líka bara óraunhæfar einhverju leyti. Þú veist, markaðurinn er að segja núna að vextir fari svona mjög hægt niður í 6,5% og verði það til framtíðar. Gallinn við það er að við erum að skuldum alveg óbúslega mikla vexti í dag og það þýðir að við þurfum að endur fjármagna allt, kannski 400-500 milljarðar á þessum vöxtum. Það þýðir það að við erum komið með svona bolta sem við byrjar að rúlla. Ég myndi segja að boltin okkar er hann svolítið þyngri en víða annar staðar. Þannig að við þurfum sko eiginlega sko gera meira held ég en við áttum okkur á að því að vextinir jafnvel þótt okkur gangi ágætlega að ná niður verðbólgunni
ótrúlegt satt bara vinnumarkaðurinn hægir sér og verðbólgan hérna, hún millilendi aðeins í ykkur staðar í augsýn við markmið, að þá kannski erum við bara að tala 6% vexti, þú veist, 5,5–6% gæti verið einhver svona, komum okkur þangað og svo ef við þekkjum íslenska hagsögu þá kannski stoppum við ekkert endilega allt og lengi við þar. Nei. Þannig að finnst þér ódýrt að Kristrún mæti til okkur og segir, heyrðu, ég veit þetta er hræðilegt og allt það, en það eru samt búin að lækka 1,5% stig frá því að við mættum, er þetta ekki eitthvað sem var alltaf á leiðinni niður? Jú, ég veit nú reyndar ekki hvort, er ekki 1,5% frá því kostningaboratan hófsteldi reyndar? Já, ok. Það var þetta nýtt viðmið og auðvitað eru vita það auðvitað allir að vaxtalækkun er ekki það er eitthvað aðdragandi að vaxtalækkun, það er eitthvað þróun sem er búin að vera í gangi á ýmsum ástæðum. Þannig að ég held að ég held að hún geti gert þetta upp í lok kjörtímabilsins svona í fyrsta lagi, hvernig tiltókst. Já. Það voru heldur bara komin að loka liðnum hérna í kvöld. En ég veit að Tóti mun æsa sig vel núna, Já, við vorum bara að spara þess að fyrir Tóta í lokin. Það er komið að loftslagsmálunum. Hörður Arnarsson, forstjóri Landsvirkjunar, lét þessi orð að falla á dögunum. Hvernig óskupnum komum okkur í þessa stöðu? Ísland eitt örfára landi í heiminum sem getur verið með 100% sjálfbæra orku en ákveður að gera það ekki. Það með vatnsafl, jarðhita, vinda og við ákveðum að stöða orkuframkvæmdir. Hver tók ákvörðunna? Hverjum er þetta að kenna, Tóti? Já, ég held að... Eða hverju, kannski? Hverju, ég held að kannski svona frekar og svona dæmi gert í nördja, Við höfum, býðum náttúrulega mikla orku þarna í aðdraganda Kárahnjúka, þegar við genum Kárahnjúka og svona mörgum fannst þetta að vera svona bara, já, ég veit ekki bara orðið gott. Okay. Og svo síðan var þetta, þá gekk náttúrulega Íslandi gegnum langa niðursveiflu, þannig að við náttúrulega vanræktum alla innviði þar á með þessa. En síðan er þetta að kenna held ég ákveðin tegund náttúruverndar. Við kenna allir að þetta þarf að vera náttúruvernd og flestir er í einhverjum skilningi náttúruverndar og náttúruverndarsinnar og náttúruverndur. En það sem þarf þá að greina það er annars vegar þetta köld sem hefur verið í kringum loftslagið og það er annað köld sem er því náskylt og það er það sem er ensku kallast degrowth og það er fólki sem er bara á móti hagvexti, sér einhvern veginn fyrir sér að allir eigi að vera nægjusamir og þetta er mjög ríkjandi í landvernd og maður sér oft í skrifum á þeim að þetta fólk er á móti hagvexti og tengja einhvern veginn saman efnahagslega velsæld við ekki syndugt eða lostugt lífverðni innan sinna trúarbragða og ég held bara að sú stefna hafi gengið allt og langt bæði í Evrópu og síðan hérna. Já, Aggi, erum við búin að ESG yfir okkur? Já, ég nú svo betur fyrir þeir afkomið sem ég hefa fjármálamarkaðinum, hvort sem er beint í skuldabréfamarkaðin eða í stjórn Íslandsbanka. Ég sé þessa skamstöfun bregða sjaldnar fyrir sem ég held að sé nú sem er svona vissuleiti batamerki. En jú, ég held að það sé eins og bara markmiðum hvað maður að segja útlán, kolefnislaus útlán, skilur eitthvað þannig sem er líka við hefur verið að tala og en svo náttúrulega bara síðast en ekki síst bara eins og ég hefur verið að tvíta þessu og Tóti líka að bara þróun þetta bara í Bandaríkjunum og Evrópu er bara að losun er bara hraðri niðurleið þrátt fyrir að bara búin að beygja verulega og það er bara nástgreiðlega árangur við hins vegar og þetta er svona ákveðinu hugmyndafræðileg oft verður eitthvað svona hugmyndafræðileg umræða Kína og Indland stöður náttúrulega bara exponential vexti og þá byrja menn að ræða betur eiga þau rétt á sinni iðnvæðingu líka en við munum ekki gleyma því að iðnvæðingin er alltaf bara Vesturlanda einhverju leiti þau blésu miklum útblæstir bara með að við að þróa þetta mikið þessari tækni sem er verið að nota í dag og staðin er þetta bara svo að
Kína náttúrulega bara að nota sko óhagkvæma orkugjafa, kol sem dæmi og þeir eru auðvitað sko, þeirra efnahagsmódel sko sem hamlar urbaniseringu, hamlar því að sko neysla aukist þannig að komist í jafnvægi hagkerfi, þannig að þetta byggist allt á svona ríkisvettri framleiðslu sem að býr til allt þetta hvað maður að segja, þeir geta ekki slögt á framleiðslunni hjá sér og þurfa að nota þar að leiðandi gríðarlega mengandi orku til þess að geta haldið þessu áfram og ég held að þetta bara þetta næri ekkert inn í umræðina meðan við erum að húðstrykja okkur fyrir að nota hreina orku innanlands að þá bara má alltaf tala sko, hvernig orkan notuð annars staðar. Ég verður að skjóta frábærpunktur. Já, ég líka að skjóta sko, kannski ekki beint að sko, en ástæðan fyrir því að losunu lækkar svona rosalega í Bandaríkjunum þeir hafa skipst út kolum fyrir jarðgas. Jarðgas með svo miklu minni losun heldur kol. Þannig að langmesta mingun í heiminu út af Bandaríkjunum og út af fracking í raun og veru. Áhugavert. Þannig að, og bara gömlu góðu kjarnorkuverið, þau hafa náttúrulega verið okkur dýrgætt, en nú náttúrulega eru Bandaríkjumenn og Bretar til dæmis í samstarfi að fara að framleiða míní-kjarnorkuver og þú veist, það verður þá enn eitt skrefi sem eru þá raunverulegt, hvað maður að segja, grænt skref til framtíðar að fara að framleiða orku með svona líkt mengandi hætti. Já, en þá spyr ég bara alveg eins og við spyrum ykkur út í Evrópu fyrir þættunum, þá spyr ég bara, erum við komin út í skurð þarna, ég meina, mér heyrist meiri að hægri menn vera nokkuð ánægði með þá stefnu sem Jóhann Páll að fara, er þetta of seint í rassinn gripi hjá okkur inn á Íslandi? Aldrei of seint. Nei. En það hefur verið betra að gera það fyrir. Já, ég meina, bara á þessu tengt, ég meina, ég var að hlusta á einhvern þátt þar sem menn voru að tala hvað þetta væri, allar þessari gagnavers uppbyggingu í Bandaríkjunum sem dæmi, ég meina, við erum á svo, þú veist, aðalvandamálið kælingin, þú veist, hvernig, þú veist, orkan sem fer í að kæla þetta allt og við skulum ekki vera þetta með gagnaver út allt, sko, alveg fárulegt, sko. Það ótrúlegt. Loka spurningin fyrir fólk sem er að fara að taka sitt fyrsta fasteignalán því að Ásgeir alltaf hlusta á hana þátt og ringa reglurnar fyrir greiðslumati á fyrstu eign. Á að fara í verðtryggt eða óverðtryggt, strákar? Loka spurning kvöldsins, Þórður. Ég held verðtryggt, langt verðtryggt. Bara gömlu Íslandslánin. Já, gamli skólinn. Algjörlega sammála því. Og ég bara, minn gamli vinur og samstagsfélag Ásgeir, ég bara trúa því að hann haldi bara raunvöxtum háum þar til að verðbólga fyrir niður og þá viltu skulda verðtryggt. Ef þú vilt vera short Ásgeir Jónsson þá tekur óverðtryggt. Agnar Tómas Möller, Þórður Pálsson, takk fyrir kvöldi og takk fyrir frábæra kvöldstund. Já, takk fyrir. Það var gaman.